Túnaði sko, ég er alveg Já, kæru hlustandi, það er 15 lótan sem heilsar ykkur á fallegum þriðjudegi í 191. skipti, ekki satt því? Nei, 190. Já, þú stóðst prófið. Já. Máturina, herru, það var hérna geggjuhelgi, síðuhelgi, ógeðslega mikið glím, ógeðslega gaman, ekkert svo spennandi helgi næstu helgi, þegar hérna UFC snýr aftur með Sean Strickland á móti. Svo er ekkert svo spennandi. Já, á móti Fluffy Hernandez. Geggja. En fókusin er á sjálfsögðu á liðina helgi og þess vegna komið góðir gestir, það er Sigur Páll og Eiður. Báðir úr Vappi sé eða Sigur Páll, hvað er þú núna? Núna er ég mestmængast að æfa í mjög sko, en er svona góð gestur hér og það, mæti í Vappi sé, þegar ég gamma og ekkert að reyna að hóa með æfingu, þannig að svona flakkar. Skiljið, góð gestur hér líka. Já, Skemmtilega Já, ég hef svo sem líka áður í Vappi sé, þá var ég svo sem að æfa mörgum stöðum. Búinn að var mest bláa beltið mitt við norðan í Fenri, gamla Fenri og svona búinn að vera ég á þar sko og var bara smá tímabíl í Vappi sé. Þannig að maður er með svona víða reynslu, má segja sko. Gekkja. Og svo náttúrulega Eiður, það er ekki að kynna Eið svo sem. Nei. Það er reglulegur gestur. Nonni, það er bergmál í hljóðinu. Góða kvöldið, maður sjá. Er það boxing hérna? Lagað. Já, það er smá tæknilegir hnögrar af því að ég týndi náttúrulega öllum tæknibúnaðum mínum í Serbíu liðina helgi, þannig að hérna Segðu okkur hans frá því. Ég vil svona helst ekki gera þetta, er ömurleg saga en ég var að taka strætó og þurfti að taka nokkra strætóa svo var ég komin á flugvöll og var svona að labba að security checkinu þegar ég fatt að ég er ekki með bakpoka minn á bakinu þannig að ég hafði sagt ég er mjög einfaldur maður, ég veit ekki hvort þið vitið það strókar, en ég er tiltölulega einfaldur maður og ég var með svona hand luggage, svona flugfreyðutösku og bakpoka minn og alltaf verið þegar maður svona tjekk hvort maður sé með allt út þessi sitt sko þá er maður svona 1, 2 og maður bara svona tjekk en ég hafi keypt eitthvað svona utanátösku svona ódýra af einhverju svona síkunarkonu í einhverju brekku þarna í Serbíu Classic og ég var með hann svona strappan hérna yfir og ég gerir svona security check svona 1 og ég bara math checks out og þá svona sannfærði ég mig að ég væri með allt með mér sko svo bara allt í hennu er ég ekki með bakpokan á bakinu og hafði týnt svona kannski 1,1 miljón af tæknibúnaði í einhverjum serbneskum strætó Það er 15 lótan auglýsir eftir nýjum styrktaraðilum Ekki serbi að njóta góðs að núna Já, en sá serbi á sko allar úrslitaglímunnar frá ADCC Trials á góðum minniskupp Endilega posta Já, að við getur Þú ert að hlusta Við getum postað minn á MMA-frétt á YouTube og það er geðveikt Hann er búinn að gera svona DFD set með úrslitunum sko þess að kalma þetta með instructionaninn Já Það var alltaf bara svona DFD-sali út allt Það ætti að vera loggaðir inn á MMA-fréttir YouTube í gegnum töluna hérna Já Það tekur yfir Já Ef hann fattar pinni mitt sko ef hann getur opnað minn töluna og slegið inn 1, 2, 3, 4 þá er hann bara með þetta allt saman That's the password the idiot would have on his luggage Það er Spaceballs Já, þetta var skemmtilegt þannig að fólk spyrir mig svona hvernig var það úti og ég alltaf svona já en allir styrktaraðilar velkomnir ég skal gera hvað sem er Herru, en hressari saga, ef að byrja á þér og þinni ævintýraferð yfir til Dublin á Grappling Industries þar sem að þú varst með bara heilan her af liði bara tókst yfir, vannst teymismedalíuna Yes ég náði ekki að fylgjast með öllu sem fór fram Það var mikið Já en bara Eiður, koma svo, sem þessu, take it away Þetta er 3. skipt sem við förum og þetta er fyrst skipt sem við förum með svona stóran fullorðinshóp og já þannig að þetta eru 2 þetta eru alltaf bara, þú veist, getuskipt og aldurskipt og allt þetta þyngdarskipt en sen er svona overall mót, öll svona stór mót eða svona IBJJF mótin stóru eru með svona hvað er besta liðið í ákveðnum flokkum og
þeir eru með bara fullorðna sem þá, 18 ára og eldri, hann master inn í því líka og svona, og síðan bara 4 til 17 ára, eða, krakkarnir. Og við unnum fullorðnarstóti, sko. Og við bara, ég held að vinningshlutfallið okkar hafi verið svona 3,eitthvað sigrar á móti einu tapi. Það var bara mjög hátt sigur hlutfall. Kíkja það áðan að win ratio hjá ykkur. Þið voru með 50 sigra held ég og 19 töp. Já, ok. Og svo sett, sko, svo sem var fyrir neðan ykkur var með 40 og 40. Já. Það var alveg styrlað að sjá sem árangurinn þannig hjá liðinu, sko. Þannig að, og líka þetta var, oft þegar maður á mótum, skilur, það bara mikið af töpum og mikið af sigrum, en þetta var ekki þannig að Selkjum, það var bara næs, það unnu bara allir, það var bara geðvægt. Og þannig að mikið af nýjum keppendum, bara, það voru 6 stelpur sem voru að keppa og 2 af þeim hafi ekkert keppt áður og það stóðu þessu drullu vel, það bara... Hver var það? Kolbrún og Verónika. Já. Og þannig að það eru bara, ég veit ekki hvað Verónika búin að vera lengi, kannski 1, kannski 2 ár. Kolbrún bara mamma, strákurinn og Haukur búin að vera að keppa og hún kom með strákinn sinn Hauk í fyrra. Hann bara að keppa á Íslandi og hefur keppt þarna 2 og hún bara, ég veit ekki, örugglega undir hálfa ári síðan eða eitthvað, og hann bara, ég ætla að vera með. Og Kolbrún algjör fokkin nagli, sko. Ég hef aldrei glímt við hana, allar stelpurnar segja það, hún bara eins og skriðdrykki, sko. Já, ok. Þannig að, og maður sá það alveg, hún tók gælurnar, hún bara setti þær í gólfið og bara settist onaðir og þær voru bara, hvað gangi? Ertu mamma mín? Þetta var svolítið þannig, sko. Þannig að hún bara, jarðýta og Verónika, ég hef ekkert verið að fylgjast með henni mikið glíma. Náttúrulega ég ekki að þjálfa fullorðnarstarfið þannig séð. Ég þjálfa nokkra af fullorðna fólkinu hana, en ég ekkert að sjá fullorðnarstarfið. Verónika, hún mjög tæknileg, sko. Það voru 2 glímur sem ég kotsaði hana og hún, maður segir, ég sagði til mér bara, það arbar hana. Hún var bara fór ótrúlega smúð í transitionið, síðan feilaði eitthvað og ég segi, þetta er ekkert mál, chillaði bara smá og gerði þetta eftir nokkra sekundur. Hún bara gerði það og ég var bara, ógeðislega vel gert. Þær voru líka bara söbball á eitthvað svona. Þetta var bara, á svona tæknilegu leveli var ég bara ógeðislega sáttur með fullorðna. Úlfar, sem 16 ára, hann er náttúrulega ekki fullorð, hann drengur. Hann smókaði blábeltingaflokkinn, sko. Hann bara rústaði öllum og síðan fór hann næsta dag í úlingaflokkin og alltaf bara smókaði þá ennþá meira, hann tók 4 gull. Það var ekki 4 gull og 15 sigrar held ég bara, alveg og engin ósigur. Já, hann tapaði ekki reyndi glímu og held hann vann næstu því allar á submission, þá eru kannski 2-3 sem hann vann ekki á submission. Og hvað hann aftur gamall, Úlfar? Hann er 16 ára, Já. hann verður 17 þessu ára, hann afmæli seint á árinu. Og voru ekki 3 strákarnir að keppa sem á þeim aldri eða... Þeir voru, það var, Orri var líka, Orra gekk ekki jafn vel á móti fullunum, hún gekk mjög vel á móti úlingunum. Þá voru þeir, og síðan Anna Blottbell sem þið Daði Hrafn, hann er 1 ára yngri. Hann er 15 og verður 16 á árinu. Og hann var bara í úlingaflokkinum. Við ætlum að fara með hann upp í fullorðinsflokkin líka, en drengurinn er 52 kíló og fullorðna fólki er 65 kíló og maður svona, það er svo mikið, sko. Já, Það lenda móti einhverjum með 30 manni sem í skilin alltaf muff eitthvað 15 ára bad, sko. Já, ég var eitthvað að segja við nonna áður mættir inn að ég glímdi við þessar stráka, sko, þeir svo efnilegir og þegar maður tekur þá sem bara verða svo fúlir, þá var ekki, come on, ég er 30 ára kall hérna, búin að gera þetta, sko, þessi jafn lengi og þú ert gamall, sko, sem leið mér að vinna mig í get, sko. Þess vegna þannig, sko, bara býtur róli, Já, sko, býtum bara hérna fokka aðeins, mér sko. upp þetta eftir smá, sko. Mikið betur en við nokkuð tíma Já, voru þeirra já. aldrei, sko, það er fárótt að sjá hvað eru góðir þessi strákar, sko. Það er rugl, sko. Og já, bara mikill metnaður í þeim og hann Daði Hrafn stóð sér líka vel, hann var eiginlega farin að rústa strákunum í sínum flokki svo mikið að þeir voru bara, ok, við erum að fara að tapa mótunum, en við erum bara að lemja hann. Þeir voru bara að byrja að gefa honum olnbogaskot og grípa fyrir andlitið á honum og þetta var bara, og ég var bara slakur, hann alltaf var bara hann var alveg að missa stjórn á skapinu sínu, auðvitað, þeir voru bara að lemja hann, sko. Hann bara náði að halda sig cool og bara fokkaði þeim upp, sko, það var geðveikt. Vel gert. Já, mjög vel gert. Er það lenskan úti að bara ef þeir eru að tapa á mikið, bara hefur ekki bara að berja? Nei, alls ekki. Þetta var bara einhver húligans frá Írlandi, ég veit það ekki. Það kom alveg upp í tvo keppendur, sem voru þá búin að tapa mótunum í gallanum og voru komin í nógið og hann var bara að jarða alla í nóginu líka og þeir voru bara, ok, við þurfum bara að fucking gera eitthvað, sko. Já, bara, já.
En það eitthvað beauty við hann grapplingin, ég farið sjálfur að keppa á þessum mótum að þú fær tækifæri bæði til að fara í no-gið og gi, þannig að þetta er sannlega frábært mót fyrir keppendur til þess að fá reynslu. Já, þetta er frábært. Bara ég mjög hrifinn á hann grappling industry, sko. Ég held meira þess að þegar þú ferð nú heima síðan og skoða svona mission statementið eða eitthvað svoleiðis, það er bara að gefa fólki mikið af glímum. Á skrái þá reyna þér alltaf að finna glímu fyrir þig, sko, þó að sem það sé ekki setja eitthvað í flokknu þínum eða skráningin eitthvað off, sko, þá reyna þér alltaf að setja bara eitthvað gott prógram saman, sko. Já. Það skal líka tala um að þetta væri svona round robin system. Jú. Þannig að þú veist, eins og hann Símon, hann var hann fór í gi og no-gi og þú veist, það var bara 20 keppendur eitthvað, bara fárlega mikið. Þannig að þú ert ekki að fyrir round robin mótið 20 manns. Þannig að þeir eru með þannig system að þeir tekur 4 glímur á móti einhverju random fólki. Þetta er bara eitt stórt púl, tekur 4 random glímur og safnar upp einhverjum stigum þannig, bara sigur 1 stig, tap 0 stig, eitthvað svo leys. Og síðan eru 4 efstu í þessu púli, þeir fara og keppa í undanúrslitum og síðan í úrslitum. Já. Þannig að Símon náði 1 gulli, síðan 1 silfri og hann tók 13 glímur á dag. Hann tók eina í opna flokknum, lenti á einhverju brúnubelti og tapaði 2-0. Síðan fann í sinn flokk, tók 6 glímur í gi og vann gi og síðan tók hann 6 glímur í no-gi og tapaði í úrslitunum á móti gaur sem var búinn að vinna 2 eða 3 áður. Sá gaur var bara kannski aðeins skynsamari með orkuleveli sitt og bara náði hann svolítið þannig, sko. Hvernig getið þið glímt svona mikið? Hvernig getið þið tekið bara 15 glímur yfir helgi? Það var harður, sko. Það er bara einu leiðin til þess að... Veistu, ég gæti það ekki. Það var alveg heilig, sko. Ég get það ekki. En ég er alltaf að segja alltaf bara grjóta alltaf kjafti, sko. Halda áfram. Já. Og það er bara svolítið þannig. Þú veist, Símon, hann stundum fór bara út af og er bara alveg dauður í höndun og allir byrja að nutta hann og maður tegur bara eitthvað svona gel og maður bara svona eins og hlauparur með. Maður bara sprautar upp í hann og segja bara, þú veist, þú heldur áfram, passa bara að vera ekki að sprengja svona mikið, bara, þú veist, bara eitthvað svona, maður peppar hann bara og eitthvað. Og ef ég var kannski á hliðalinu kótsa og sendi ég bara á hópin bara, Símon var gel, bara let's go og mæta það stelpunar og byrja að trýta hann, sko. Þannig að það var eitt mjög skemmtilegt að náttúrulega voru 6 stelpur að keppa og síðan komu 2 bara til að vera svona styðja og vera með, sko. Og við vorum sérstaklega að Símon var að keppa, þó hópust þar bara allir í kringum hann og voru svona eitthvað klappstýrulið og eitthvað og allir Írarnir voru bara hvaða gengir þessi gaur að rústa öllum hann með einhverja 8 konur og veist, öllum aldrei að styðja sig og nutta sig hendurnar og eitthvað og algjör kongur, sko. Þannig að þetta var mjög gaman, þetta var svaka stemning, sko. Og hann stóð svo ógeðslega vel, hann Símon, sko. Hann er blokkbelti, já, þú veist hann er blokkbelti. Þú veist, við spurðum hann, ég veit ekki hvort ég segja eitthvað sem ég mætti ekki segja, við spurðum hann bara fyrir mótið, bara heyrðu, þú ert að standa ógeðslega vel, við ætlum að gefa þér beltið þitt. En þú ert að fara að keppa bara eftir 3 vikur. Hann sagði, já, má ekki keppa á þessu seinasta móti bara, þú veist. Hann hefur aldrei farið út að keppa, hann hefur bara keppt hérna heima á Íslandi og einhver svona. Já, það var bara ekkert mál, kláraði þetta bara og síðan farið beltið og kemur heim. Hann er blátt belti í dag, í gær, ég meina. Já, þú veist, alveg búið að tala um þetta, sko. Ég sé vona að ég sé ekki að segja eitthvað mikið, sko. Þú held ég mittur það bara sjálfur, sko. Já. Þú púlaði að ranka mig síðast, sko, en ég kom ekki á þetta lengur, sko. Nei, Símon veit þetta, hann. Já, það er ekki ekki. En þú veist, ég digga það alveg að, ef menn er að fara út í reynslu og hafa ekki keppt sem blottbelti og þá að gera. Við erum svolítið, þú veist, maður veit aldrei hvernig þetta á að vera almennilega með þessi belti, en eitt sem við erum búin að prófa sem kannski svona, hefðun á Íslandi er bara svona, maður mætur æfingu og bara svona, hei, ég fá belti í dag, skilurum. Og við byrjum að ákveða að vera með svona, við látum fólk vita, á miðvikudaginn næstu viku þá farð þú beltið þitt, vilt ekki bjóða öllum á æfinguna sem svona, eru partur af þínum svona ferli og svo vilt hafa með á æfinguna og svona. Þannig að þá hófu í alla sem þetta skiptur óslega miklu máli. Þá geta þeir allir mætt á æfinguna, tekið þátt í að gráða hann og svona. Þannig að það er eitthvað sýst sem við erum að prófa núna. Ég held að hefðun í Íslandi væri að vera með svona járnanir. Já, það var einmitt það. Við vorum eitthvað svona próbreyta eins til. Þess vegna erum við að láta vita núna fyrr, þannig að fólk er ekki að mæta bara. Þannig að eru þið með
svona járnun? Er fólk hóða til þess að járna eða bara svona til að klappa á? Bara klappa á og sem glíma bara allir, bara svona eins og ópumátt og svona. Já. Þetta ekki svona það sem að vera bara níðast á þeim sem fá nýja beltið, eins og ég reykja ekki maður sé bara... Nei, ég held að þar sé nýðiskangurinn alveg svona, það hægst að svo sér það í Íslandi, sko. Já. Þar koma einmitt svona pappar sem að skilja og svona, herru, hérna losa ég spennu. Já, Það var nú gert í Vappi-sé. Ég var akkurat eina járnurinn sem það öllum mínu ferli, það var í Vappi-sé sem brúnbelti. Man ekki hversu lengi það var, eitthvað 40 mínútur eða ég man það ekki, sko. Það var knýðingskapur úr ást, sko. Og þú veist, mér finnst járnurinn mjög skemmtileg, sko. Ég veit ekki okkur, ég var ekki járnaður því ég fekk bláa belti, en ég var járnaður því ég fekk fjólubláa og brúna belti. Og það alveg sem maður þarf að upplifa, sko. Já. Þú veist. Ekki þetta erfitt að járna einhvern sem er að fá brúnt belti? Pakkar hann ekki bara? Þú veist, ég var kannski á þessum tíma, 85 kíló. Þeir fengu bara alltaf 110 kíló gaurinn og löðust bara á mig, skilur. Já. Svo hvað maður að gera? Já. Og þetta er það með 45 mínútur klukkutíma eða eitthvað. Þetta er bara viðbjöður. Já. Er þetta öðruvísi þegar maður fær svarta beltið sitt? Er það ekki verið að nýðast á manni þá? Nei, þá það er meira svona virðingu þá. Þá er það bara rétt og hann bindir það á þig og segir eitthvað fallegt þig. Hvað var sagt við þig svona þegar þú fyrst svarta belti? Veistu hvað fallið var? Já, ég manni í hvað var hann klappaði svona öxlina og hvíslar að mér. Ekki fara að gráta. Ég er með tárin í augunum honum. Ok. Yes, coach. Ok. En fyndið. Já, þannig að það var gaman. Já. En að keppninni aftur. Já, sorry, ekkert mál. Þú ert ekki múin að segja mér allt sem gerðist. Nei, alls ekki. Við getum talað allan dag. Já, ok. Allt kvöld. Mér lókast til að heyra, ég heyri hérna svaka ræðu frá þér. Já. Ha? Já, það bók, þú veist, ég ákvað að taka einhverja ræðu fyrir krakkana og var búin að hugsa það, skilur, og auðvitað séu náttúrulega einn daginn var bara fullorðna, þannig að auðvitað tók ég bara líka ræðu fyrir þau. Og þetta var svo mikið af byrjendum. Það er svona fólk sem er kannski taka sín fyrstu skref í því að keppa. Og allan ég mann hvernig það var hjá mér þegar ég var í öðrum íþróttum en glímu og líka í glímu, að þegar maður fer út og heldur maður alltaf, ok, þetta er stærra land. Það eru, þú veist, fólk í þessu landi eru atvinnu glímumenn og allt svona. Þannig að það hlýtur að vera að við Íslendingar höfum það ekki jafn gott og þau á einhverju svona standard á því að æfingum og eitthvað svona. Þannig að maður fer alltaf innsóldið sem litli gaurinn, sko. Og ég er búinn að fara á þetta mót núna nokkur sinnum. Ég veit alveg standardinn á þessu móti. Og ég veit standardinn í Vappi-sé. Og ég var bara heiðalur. Ég segi bara, það er ekkert, þið eruð ekki á einhverju lægri standardi þetta lið. Það var náttúrulega bara fakta, allan það sem mér, þú veist, mitt álit á því. Og síðan segi ég við þau bara, þú veist, bara svona gameplan. Þegar þið mætið, þá er það að fara, þú veist, þið eruð að fara að pressa þau. Ég man allan eftir, þetta var sérstaklega þegar ég var í fótbolta og þegar við fórum út að keppa í fótbolta. Íslendingarnir voru svo lengi á stað. Og þú veist, ég keppti einu svona á Spáni, þá móti bara svona alþjóðamóti, þá Spánverjarnir og englendingar sem var keppt á móti, þeir spynta alltaf svo fast í mann strax. Síðan var ég líka einhvern tímann í Bolton að æfa og þeir voru svo ógeðslega stífir á mann í byrjun. Maður endaði einhvern veginn alltaf að fá 1 mark á sig bara á fyrstu 5 mínútunum. Mér finnst það líka svona í glímunni. Íslendingarnir eru alltaf eitthvað svona, heyrðu, erum við ekki karpasleik eða eitthvað svona. Meðan þú veist, brassarnir, þeir bara fá ekki negla á mann, sko. Þannig að allavega hjá úlingunum er ég búin mikið að æfa úlingana í því að vera bara að vinna fyrsta exchangeið, bara vinna gripin, vinna guardpúlið, vinna takedownið. Og ég sagði við fullorðna fólki bara að, þú veist, ok, við erum alveg á jöfnum grundvelli hérna til þess að fá svona edgið, skiluru, vera svona einu skref undan er bara að fá ekki negla á þetta í byrjun. Og þau gerðu það. Árangurinn sýnir það, sko. Ég tengi við þetta að maður sé setna á stað. Er það ekki? Jú. Þetta, ég held maður þurf, þú veist, maður bara, kannski er ekki allt nógu mikið í þessu, maður þarf að æfa þetta. Og eitt svona, kannski ekki þetta mót, við fórum á Evrópumeistaramótið í janúar, ég fór með 2 stráka. Og þú veist, þeir voru ekkert að standa sig voru ekkert eitthvað brilljant hjá þeim. Einn vann eina glímu og tapaði næstu og einn strákunni tapaði bara einhver 30 sekúndum eða eitthvað. Þannig ekkert einhver drauma niðurstaða, en það séu mjög ánægði með að þeir voru ekki að tapa þessu fyrsta exchange. Meira þess að strákur sem tapaði á þessum 30 sekúndum, hann fór á móti strákunni sem vann síðan flokkin sem er bara einhver fucking killer frá einhver Amazon sko í Brasilíu sko. Bara einhver ruggóður drengur sko. Og sá strákur var ekki að ná honum í byrjun. Úst, hann Daðirhafn var að vinna þetta fyrsta exchange sko. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt í glímu að ná að vinna þetta í byrjun sko. Það ræði mér snýri svolítið þetta og síðan alltaf líka bara
Daði aðal þjálfarið þeirra. Ég bara svona tek morgutíma, aukatíma og svona hjálpa til og eitthvað. Sem lokin bara við erum að gera þetta fyrir Daða. Bara gerum að stoltan. Þetta að sjá þessu ræðu, ekki starf? Já, hann var að posta. Það var það bara í story, Ég ætla að sé eitthvað ríl hjá Glímufélagi Kópavogs. Ok, já, ég þarf að sjá þetta. Ég sé fyrir mér svona Teddy Atlas. Já, ég ætla að mynda að segja. Íslensku glímusinnar. Þetta er eitthvað svona Teddy Atlas, We Are Firemen frá... Hver Teddy Atlas? Hann alltaf, Teddy Atlas bara legendary boxþjálfari. Okay. Hann á þarna frægu ræðuna þarna, We Are Firemen. We're not afraid of the fire. We live in the flame. We move the flame. Já, einmitt. Já, ég sendi þetta á þig og við byrjum þetta saman. Algjörlega. 6-7. Ég að eldast og illa, sko. Shit. Já. Geðvikt. En veitu, hvað endur við á að taka mörg gull og bara aðeins bara medalíur hildra? Sko, ég veit ekki með medalíur, en bara gullin sjálf voru 20, bara úr glímukeppninu, sem 21. var bara liðakeppninu yfir hildina. Það bíl. Það var mjög gott, sko. Hvað voru mörg að keppa hildra? Ég held vorum 21. Já, þannig að það bara gull og kjaft á meðaltali. Já, meðaltali, já. Hvað en getur aðeins rætt, sko, ég frétti að minn besti vinnur, Þröstur, hafa verið disqualified fyrir heel hook. Já. Getur við rætt það í miklum dítelum? Sko, ég fylgdist ekki með. Ég var eitthvað pæli í einhverjum úlingum eða eitthvað á þessum tíma, var eitthvað þarna, alveg hinum endanum sem bara lítið er að fara yfir þetta og setja disqualifications og ég bara, hvað fokkar mér í gangi hérna? Annarkvort hefur hann sagt einhverjum að halda kjafti, skilurðu, eða kýlt anstæðingin eða eitthvað. Mér datt ekki í hug, það er eiginlega skárra hann að hafa tekið heel hook, sko, og ég hugsa bara, þetta er bara hrikalegt að vera disqualifier. En jú, séðan bara gerði hann eitthvað svona, sko. Já. Og var þetta ekki úslita glíman hjá honum? Jú. Þannig að hann fekk, sko, sem var búinn að vinna gull í þá Gi, og svo í no-Gi þá hoppar hann í mátti ekki í bláabeltinu, mátti bara alls ekki hílhóka, hvernig voru reglunum? Þú ert að vera þarna fjólblott og yfir. Já. Þannig að hann bara fór hans undan sér og... Já, þú veist. Já, hann bara hílhókaði. Þetta er umlega að fá statement frá honum, sko. Þetta er eiginlega, sko, þetta er dramatískasta sem að gerðist, sko. Já, þannig að ég veit ekki, hann bara... Þú veist, hann kom bara til minn og baðst afsökunar og ég sagði bara, hvað gerðir eiginlega? Það hílóka hann og ég var svo eiginlega skapur, sko. Má ég spyrja með Kolku, hvernig var ekki á henni? Ég sá var eitthvað að fylgjast bara með á Smooth Comp og eins og ég gat í gegnum social media, sko. Sko, Kolka, við fórum, hann á 50-daginn, við förum alltaf, tengdafjölskyldan býr í Keflavík, við förum alltaf deginum undan, gistum bara á þeim svo sé auðvelt að fara á flugvöllinn, mjög þægilegt. Og bara þarna á 5. morgun er hún eitthvað, ég er eitthvað slöpp, ég er búin að vera eitthvað slöpp. Og dóttur okkar, þú veist, kvöldi áður var búin að vökna nóttin áður og dóttur okkar 2 ára gömul horfir bara á okkur og ælir yfir okkur. Nei. Það var búin að vera eitthvað svona veikind í gangi og ég held ég sé að fá það sem Mía Sól er búin að vera með og eitthvað. Ég eitthvað ekkert mál, við bara keyrum inn í gegn og þú eru fljóta að jafna þig. Hún bara, já. 5. kvöldið, við erum komin upp til Keflavíkur, hún bara skreið upp hún bara rotaðist. Hún bara fárveik. Föstudaginn byrjur eitthvað svona allt í lagi, gefur henni verkjaleyfi og hún fer í flugið og eitthvað sem við erum búin að fljúga, komin upp á hótel, bara fárveik, bara með hita, magapest og liggur bara upp í rúmi, fer ekki svona út kvöldi, sko. Síðan bara laugardagur, hún var bara að fara að keppa og hún vaknar bara, ég er bara slöpp, ég sagði bara, fuck it, við förum bara, við ætlum öll að labba en þú tekur bara taxa. Síðan mætir hún og þegar við erum öll að rölda, gekk gaman og fara að keppa og eitthvað svona stemning, þá var hún bara allt í hennu út að hlaupa og við bara, hvað er það? Ég er á þung. Ég bara, já, hvað er mikið þung? 400 grömm. Og ég bara, ok, við förum og setjum hann í flíspeysu og, úlpu, húa, vettlinga. Og ég bara hlaup í hálftíma. Hún bara hleypur í hálftíma, veik. Og vikta sinn og rétt svo nærði. Og ég sé hana, farðu og fáður eitthvað að borða bara eitthvað. Hún er eitthvað, já. Og síðan pæli ég ekkert meir í því. Hún fór ekkert að fá, fekk sér ekkert að borða. Og síðan fer hún í fyrstu glímuna. Það var einhver alveg öflug stelpa, hún er hraust, sko. Og þessi, þannig, er þetta, hún var skráð í, fjólublá til svartbelti flokk eða hvernig var það? Já, þannig að ef þú skráið sem fjólublá belti, það er alltaf bara þessi 3 belti, efstu beltin saman. Já. Og fyrsta viðurregnin hennar var opni flokkurinn í no-Gi. Já, opni flokkurinn var beint. Já, og opni flokkurinn er sko, í no-Gi þá er það bara öll beltin. En ég held að hafi engin, þarna, þetta voru bara
hvít, blá og fjólublá, ég held að það ekkert verið brúnt eða svart. Og fyrsta glíman, bara svona frekar jöfn, síðan fyrir Kolka bara að ná yfirhöndinni og ég man hvað mikið eftir þegar hún bara dettur út. Hún liggur bara hann eitthvað, gerir ekki neitt og stelpan byrjar eitthvað að ná Kimura en ekki að covera hausinn. Þarf að stoppa höfuðhreyfingar. En ég bara, Kolka, byrja að rúlla, bara til hann að rúlla sér út og ná einhvern veginn að slippa olbónum. Og hún rúlar kannski einu sinni, tvisvar og síðan nær stelpaninu bara, nær henni Kimura. Ég bara eitthvað, ok, þetta svona. Og þá fer ég líka að muna bara, hún veik, skilur, það geti kannski bara eitthvað eða eitthvað. Kolka bara svona staulast út af vellinum, bara alveg föl, sessi hann bara fyrir vegginn og ég byrja eitthvað að tala hann, reyna að kótsa hann og segja, hei, ástu mín, þetta allt í lagi, þú bara stendur vel, þú búin að vera veik og við bara höldum áfram. Og hún fæ bara ekkert svar, hún bara alveg farin, hún fekk þá blóðsykursfall líka. Nei. Hún bara alveg átt og ég eitthvað tek svona gel og eitthvað svona fáður, borða þetta. Hún bara gat ekki svona, þú veist, tekið á móti þessu og ég bara, ég skal bara gefa þér að borða. Ég skal bara. Heyrðu, hún þá svona vakna hana og svo tekur næsta og hún bara fær sér 4. Bara, og þá bara ríkur hún upp og bara alveg tilbúin og síðan bara fór hún í opna flokk, síðan heldur hún áfram og nær 3. sæti í þessum flokk. Síðan fór hún í opna flokkin í GÍ, vinnur það, síðan fór hún í það var enginn í Nogi. Í Nogi hennar þyngdarflokk það var enginn. Þannig hún fór síðan bara það var enginn í GÍ hennar. Þannig hún fer bara í Nogi, þá var hún að keppa með okkur brúnubeltu og vann hana. Tók bara allar í arbar. Og hún er heima bara með vöðvabólgu og ennþá bara eitthvað, fuck, hún er sér einhverju lestaslýsi, sko. Þannig að hún stóð sig vel. Og hún er bara, og þú veist, við tölum líka það, bara, heyrðu, þú veist, það skiptir engu máli hvernig þetta fer. Þú ætla bara, þetta verður ekki alltaf perfekt. Farðu bara inn og reyndu eitt allra besta. Það er eina sem skiptir máli. Hún gerði það og það náði Krista fram einhverju sigra. Ég sá eitthvað vídeo hjá henni það sem var á einum arbarunum og þetta var bara eins og hundur með bein, sko. Sett gæla hann bara sneri sér allar áttir og Kolka bara neitaði að sleppa, sko. Það var rosalegt, sko. Og sko, hún talaði þetta daginn, hún var eitthvað svona og spurði mig hvað submission hún væri best í. Það sem ég finnst hún vera best í og ég segja triangle og mér finnst arbarinn heldur góður. Hún en ég ger aldrei arbar. Ég ok, prófaði bara, þú ert ógeðslega góð í og hún síðan segir við mig fyrir mótið, ég hætt að hugsa svona, þú veist, ég bara hugsa að brjóta hendina. Og ég það er náttúrulega það sem maður gerir. Hún ég finn það bara, þú veist, maður bara dregur hælinn og síðan bara brjóta. Og síðan sagði hún var bara að hugsa það á mótinu, bara þegar hún náði stöðunni og greip í höndina og bara, brjóta. Og þá er náttúrulega þú veist, stelpun og tapar strax náttúrulega bara út, það einhverjum að brjóta á hendina. Það náttúrulega fer þver öfugt á þess að ég kenni börnunum, sko. Þá það alltaf, þú stjórnar þumlinum, þú setur hann að þér og við ætlum bara að stjórna. Og ef fólk reynir að sleppa, bara stjórna. Og við gerum það bara þéttari. Ég hef aldrei verið að kenna, það kemur bara frá henni, sko. Þetta kemur ekki frá mér. En hún segir þetta virki og hún fór líka að kótsa hina stelpuna, bara brjóta! Það var alltaf lægi að segja þetta, það skilur ekki íslensku. Þannig að það er eitthvað leynitricks frá Kolku, það er að brjóta í arbar, sko. Við erum bara nógu grimt mentality. Já, þetta er náttúrulega smá killer sport, sko. Ef Kolka væri með ræðu, sko, þá væri það bara það er ekkert politík. 3, 2, 1, brjóta! Þannig já, hún náði að standa sig vel með arbar. Já, vel gert, óskmunum til hamingju. Herru, komandu gerfið er strangkeiðilegt. Vappi séfa með 20 gull, 8 silfur og 8 brons. Gekja. Eða það sem við heyrum frá komandu gerfið. Reysum því bara. Já, örugglega rétt. Það er góði fact-checkarar þarna. Independent fact-checkers. Já, það er mjög mikilvægt að vera með svona fact-checkara. Til að enda hafa sagt alls konar vitleysu, sko. Já. Eða verið að fá sér bjór og kommenta og eitthvað. Já, það. Já, svo öpum við það upp eftir þeim og eitthvað. Og fáum skít. En geggjað, hversu mikið langaði þér í þessa liðs/þjálfara metalíf? 0. Kjaftaði sko, þegar Þröstur kom til Vertu heiðalegur. Já, sko, og það í fyrra Já. þá ég verð að segja, mér hefur alltaf fundist ég sé þetta IBJJF og það var líka á tímabilið mannst ekki á Íslandsmeistaramótinu. Það var eitthvað sem verið að telja svona. Já, ég svona, þetta er smá kjánalegt. En í fyrra, að þá í barnaflokknum, þá vorum við í 3. sæti og þá voru bara nokkra glímur eftir. Og þetta verður maður spenntur, þetta langaði í þetta. Og maður er eitthvað svona, við getum bara unnið þetta.
og síðan bara, þú veist, á seinustu 2 eða 3 glímanum á mótinu þá bara svona, dettunir í 4. sæti og ég var bara, fuck og við vorum líka búin að tala við konuna, þú veist, þannig sem að gefa þetta út, hún já, þetta verðist verið komið og ætlaði að fara rétt okkur og eitthvað svona, við vorum bara, sem missum þetta en þú veist, og síðan var verið að tala þetta og meiri þú veist, stundu var að tala eitthvað, ef ég skrá mig í þennan flokk og Kolka sagði líka, þú veist, ef ég skrá mig þá mátt skráði í marga flokka ég ætla að keppi adult, en ég kannski skrá mig í masters þá getur bara unnið það líka, þá getur fá meiri stig og ég sagði bara Kolka, ekkert bull og sumir fóreldrarnir voru eitthvað að tala mig já, þessi flokkur, bara nei, við skráum barnið í flokki sem fær mestu reynslun af sko. Við erum ekkert í einhverju svona stigakeppni sko. Þetta er bara fyrir keppendur síðan auðvitað þegar Þröstur kemur til mín að ná fyrsta deginum þegar hann er svona hálfnaður og segir bara við erum í fyrsta sæti og við erum bara að leiða skori bara með 300 stigum og þá var ég bara nice þetta er geðveikt og síðan náttúrulega þurftu að bíða yfir á sunnudaginn og það þurftu mastersflokkurinn þurftu að keppa líka ég, þú veist, í mómentinu þá vill ég það en ég er ekki að plana það skilur ég er ekki að fara út til að fá það neitt svoleiðis þú veist og ég er meira svo að hugsa þú veist segjum að ekki fengið það ég væri alveg jafn stoltur af öllum sem við tekið þátt sko já. Þetta er bara svona meira ég var aðeins betur þú í dag það er alveg gaman sko. Þetta er svona smá svona já, og líka, smá tippakefni já, og líka bara fyrir okkur til að tala og við ætlum að hengja þetta upp og þetta er svona gott promotion og þetta er gott að þýleiti sko, en kannski svona frá þjálfara perspektífinu bara sem mótshaldari þá skilja ég þetta mjög vel sem svona hvatningavelun já, algjörlega þetta er frábær svona tól til þess að hvetja félög til að senda inn keppendur sko. og bara og sérstaklega hvernig grapplingin þessu ganga í þetta sko, með þetta cool sko. Og líka huge medalja hún er þung sko svona sko alltaf krakkandi dyrkuðu þetta og fenguðu úst og þau voru bara, þú veist, fáðu medalinu já, má ég vera með hana? Ég segi, við förum út í kvöld, þá mátt þú vera með hana þetta er Ísar, sér, þú veist, hann er 8 ára, 9 ára sér hann með þetta hann bara bara byrja að fá hálsvíkt og svo þútt sko þannig að En var þetta eitthvað tekið upp á Íslandi að hafa svona liðavelun? Ég var ekki partur af því sko, en ég held að eins og Eiður er bara að segja sko, að þetta var eitthvað reynt að skoða sko, en ég held að það var bara svona þegar var verið sko, það var ekkert verið að gefa velun fyrir það var bara þegar að teki Íslandsmeistaramótið saman það var sagt sko, þú veist, þetta félag fekk svona mörg stig, þetta félag fekk svona mörg stig það var eitthvað svona stigaugjöf í gangi sko, sem bara droppaði það sko Já, og svo það var líka bara svo að setja hvert félag, setja náttúrulega fá félag á landinu fleiri í dag en þá sko en það var náttúrulega bara svo mikill stærðamunur á sömum félögum bara svona hvert félag fyrir sig var bara dálítið með sérstöðu og það var, ég man, svona þegar ég hugsa út í þetta þá man ég alveg eftir hvert mót þá var sko hvert félag best í einhverju flest gullin, besta prósentan skilu og það var alltaf að finna einhver vinkil á þetta sko sem var svona sett gaman að þessu en samt svona að segja til hvers skilu ef það væri til dæmis á Íslandi sem er að mynda svona meiri samkeppni þá var alveg gaman kannski að skoða þetta núna bara eins og fyrir BFI eða einhver aðra sem er að halda ykkur svona mót eins og þú segir, þetta er svo skemmtilegt bara svona konsept í kringum mótin sko. Já, ég hugsa sko að stærstu klúbandi myndir nú líklega vinna að þeir eru með stærstu iðkundunar en þá gæti maður farið í eitthvað svona sigur hlutfallið þá er maður hættur að menn var eitthvað svona að tefla fram þeir sem var í sigurstanglegir Þetta gæti verið svona, þetta er svona tvíegja. Þetta er það. Þetta er svona... En þú veist, ég held að IBJJF er til dæmis með, þú veist, þeir eru með adult, þeir eru með master og þeir eru með kids, þannig að þeir eru með svona flokka líka. Og sum gymmin eru bara, við erum besta krakka-gymmið, skilur við, við erum bestu byrjenda-gymmið eða eitthvað svo leiðis. Það er einmitt gera kannski fleiri flokka, það myndi kannski jafna út. Við ættum að taka saman svona tölfræði í kringum næsta glímumót og geta postað eitthvað svona fun fact. Það væri náttúrulega gaman. Það er gaman að skoða svona sko. Smooth kom bara til mjög gott tól fyrir það sko. Það vilt fara að skoða eitthvað svona tölfræði sko. Ég man ekki hvað er besta leiðin til þess að koma að staðis en ef maður er að grúska í þessu þá það er lægt að finna á sjá ýmislegt sko. Já, ég vil að kíkja á það. Mótin, sko. Ég held að það sé bara svo sem er að halda mótið. Ég man ekki akkur hvort það var sett bak við vegginn sem mótshaldari sem er alltaf að sjá mikið að því. Á Íslandi er alltaf að bara hafa samband sko. Bara heyri í þeim sko. Segð bara má ég fá svona Statsinn sko. Give me the stats. Já, geðveikt. Það er bara gott promotional efni, skilur við. Já, það er það sko. Fá bara statsinn og flottir póstæður og deila. Einmitt.
á þeim móti sem ég hef haldið, sko. Maður stundum bara nördast eftir og bara, hvað? Ég sama hér, Já, það ekki. Hvernig var hjá þessu félagi og hvernig var hérna og hvernig gekk þetta mót og var alltaf svona að setja ykkur prósenda og útreikningur sem maður getur skoðað hana, sko. Okay. Erst þú að vinna þá fyrir BJI núna? Ég var það, sko. Ég var að starfa í BJI í 5 ár, frá örugglega 2018-19, ári eftir að þú stígur frá Eiður og var þar í rúm 5 ár og 1 ár sem formaður og hef alltaf bara svona dóldið með puttana mín í mótshaldinu, sko. En bara tæknilega sé ég hélt bara 1 mót, 1 ár, 2 mót. En jú, svo sem bara hef verið með puttana mín í mótshaldi fyrir BJI, með BJI og líka fyrir VAPC. Og svo í gamla daga þegar ég var í júdóinu, þá var ég svona að leika mér og svona fykta með mótshald, sko, og svona hjálpa til og maður vildi alltaf vera bara partur af hópnum, sko. Þannig að maður búin að vera í smá, sko. Já, ég man eftir einu Íslavallana sem þú helst niður í Ármanni í Laugardalnum. Já, akkurat. Það var óslega vel gert, það var allir vellinir voru streymdir og allt í kaos hjá þér. Já. Einhverju banana notaðir sem tölvustandar og eitthvað. Já, það var mjög, sko, það mót var akkurat mótið sem ég var mótshald, eða sem það var, sko, mótstjórinn á. Já. Og gekk ógeðslega vel, en á sama tíma kom helling af skít upp, sko. Hellinga eld sem að þurfti að slökkva og mannekla og tækni, akkurat með Stadia, ég var búinn að biðja einhverjum annan að gera það, svo mætti hann aldrei og bara hvað eru Stadian okkar og við þurfum bara að redda því og ég var ekki að henda út eitthvað skilabóðin til, bara út í kosmóið, bara gefum ykkur á Stadi, getum við komið með, ég er ekki með Stadi, ég er með banana. Og svo akkurat þannig þurftum við að fá sjúkrabíl 2 sinnum og í fyrra skiptið það sem var bara svona, það var á krakka, út af við vorum með krakkamótið í byrjun dags og svo fullorðinsmótið seinni part dags. Það var okkar krakkinn sem var svona smá illt í hálsinum og við vildum bara double checka þar og sjúkraliðarnir mættu og komu niður þannig að setja viðtökin í Ármanni, maður lappa alla leið niður í kjallara, sko, og svo var alltaf læg með krakkan og þeir bara sjúkraflutningmenn mjög chill, sko, og svo í fullorðinsmótinu þá kom stórt handleggsbrot, munið eftir því. Já, akkurat, sko. Og við hringjum aftur. Og þeir bara, já, ekkert mál. Svo bara, heyrðu, við erum mættir hérna fyrir utan. Þið bara komið og hittir okkur. Og þannig að kona mín sem er hjúkrunarfræðingur, hún var akkurat, sko, hún var að sjá sjúkragæsluna á mótinu. Hún, sko, lappar með hann upp, styður hann og þau eru komin út úr húsinu þegar sjúkraflutningamenn sjá þá og hann bara, sko, hendir hann svo af lögu og þau bara eitthvað, já, þeir bara eitthvað solbæði að býða eftir það var eitthvað, er það svo alvara og hlupi í áttina þeim og allt gekk vel eftir það, sko en já, það var frekar skrautlegt mót, sko en ég var ánægður með hvernig það gekk upp í lokin, sko en þetta var skrautlegt allavega frá minni hlið, sko. En þetta var opið beinbrot, eða ekki? Nei, ekki opið, sko. Maður sá alveg að þú kíktir á hendina, sko, beini var alveg að reyna á húðina, sko. Ég er með eitthvað myndir sem að ég postaði aldrei, sko, sem að getur séð þetta. Ég held að það er margir alveg traumatæst eftir þetta, sko. Það tala allir þetta alveg en það er það, sko. Ég minni að það hefði verið fyrsta mótið sem að ég kefti ekki, við vorum bara til að taka myndir og eitthvað og taka viðtöl og eitthvað skemmtilegt. En þetta var einmitt Arnóli sem ég var ekki búinn að glíma við og mér fannst hann bara óstöðandi, mér finnst Arnóli geðveikt nettur, bara eitthvað svona algjör svona járnakall fyrir mér og bara engin stjórar Arnóli og svo bara handlegsbrotnaði hann einhvern veginn þarna og ég bara fekk svo mikið svona reality check, þegar svona eitthvað sem þú heldur að sé ósnertanlegur eða lítur rosalega upp til og svo hann bara eitthvað streymið bara ógeðslega gott í þessu mómenti að hann brýtur svo hendina og það eitthvað svona dómar með webcami hérna og eitthvað svona eitthvað svona íti tölvunni niður, sko til að ekki að broadcasta þessi og þetta svo mikið eitthvað svona svo mikið moment mjög skemmtilegt það var stók. Þið hafið eitthvað hitt á hann ég veit að hann var frá alveg rúmt ár eftir á cirka, sko. alltaf svona átur hann komin tilbaka, sko hann komin í nám og kom með krakka held ég líka. Já, börnin okkur saman á leikskóla. Ég myndi í háskóla-leikskólanum. Já. Ég hitt hann eitthvað þar, sko.
Nákvæmlega, hann byrjar að æfa áttur, alltaf hérna 6 á mótana, 6 á mótana á klubunum. Þannig hann er í full swing maður. Já, gott. Eftir að hafa staðið sér glæsilega vel á Unboggin mótunni. Þegar vorum að byrja. Já, einmitt. Munið hvað árið er, 23 eða? 24? 24. Já, 2 ár síðan, 2 mót síðan. Já, geta ekki verið. Ég veist að það sé rétt. Já, það var skemmtilegt mót. Það var líka fyrsta Nogi Íslandsmeistaramótið. Já, það var brjálu stemming í kringum þetta. Já, þá voru búin að vera að halda sem G-mót bara í mörg ár, eða sem BFD var búin að halda G-mót og ég bara ég og stjórnin á þeim tíma, við vorum saman á því að bara kom tími á Nogi, sko, og stemmingin sem var þarna, sko, það var bara sturlað, sko. Það var allir tilbúin í þetta og allir greinlega þetta var bara æstur hópurinn, sko. Ég man eftir það var alveg smekk pakkað þarna, sko, og þetta var óslega flott mót, sko. Og ég mynd svona, menn voru alveg hungraðir í þetta, sko. Þetta er alveg búið að gera senuna betri, búin að halda núna 2 svar. Maður finnur alveg, það munur á senunu bara eftir þetta mót kom, sko. Já. Var eitthvað svona purista attitude fyrir að vilja hafa Íslandsmeistaramót í G? Nei, ég myndi ekki segja það, sko. Og þú svo sem varst í svo undan mér, Mér fannst kannski bara, allan að það sem ég heyrði var bara svolítið, já við erum með það. Það er, þú veist, þannig að Mjölnir Open, það er stærsta mótið í Nogi og síðan er það haustið. Það var Mjölnir Open á vorið og haustið er Íslandsmeistari í G. Þannig að fólk svolítið var bara svona, já er það ekki? Þú veist. Og svo átti að vera, sko, sem þannig held ég 2020 og það fjall niður út á COVID. Man ekki voru það 20 eða 21, það átti að vera haldið, sko. Og það fjall niður út á COVID og þá bara voru við bara að reyna að koma okkur aftur á stað eftir það og þetta er alveg hellingsmál að halda 2 mót núna ári fyrir BFD, sko, og þetta er allt sjálfboðavinnu starf hjá þeim og hellingsvinna á baku svona stórmót, sko. Já. Þannig ég held að það hafi verið, sko, upprunlega bara eitthvað, voru með G var líka starra og halda Nogi var bara svona dálítið auka álag sem fólk var kannski tilbúið að taka. En svo var þetta Sviss, það sem það var bara allir fóru í Nogi. Og var bara og við sáum bara þáttökuna á G-unum við leiðinni niður og svo sér bara nýjustu tölur Íslandsmeistaramóti, sko, Nogi er bara 2-falt, 3-falt stærra heldur en G-móti, sko. Þannig að það var bara klárlega komið tíma á það, sko. Ég held líka bara út af Mjölnir Open, þá statusinu á Mjölnir Open er svolítið þannig að þetta er náttúrulega ekki beltaskipt. Og náttúrulega þetta byrjaði, þá var kannski ekki það mikill munur á keppendum. Sem náttúrulega líða árið, þá bara náttúrulega stækkar alltaf talentpúlið. Þá var svo erfitt fyrir nýja keppendur að komast inn í Mjölnir Open. Fara bara á móti bara brúnum og svörtum beltum eða eitthvað. Þannig að það er svo gott, það sem IM í Nogi er að leyfa öllum að koma inn og keppa í Nogi, sko. Mér finnst það mjög mikilvægt. Það var akkurat ein helsta ástæðan ég vildi í þessu móti á stað og sínum tíma, sko, og ég er ekki að taka kreditið fyrir þetta allt saman, sko. Þetta vorum alveg mörgu í stjórn og allir að setja sitt á mörgum, sko. En mér fannst bara svo mikilvægt að eins og Mjölnir Open var oft tala það eins og unofficial Íslandsmeistaramót Nogi og Mjölnir setti það alveg fram á sínum tíma þegar áður en IM Nogi var byrjað, sko. Þannig að það var svo mikil bara áhersla á að hvít blábeltingar og fjólblábeltingarnar hefðu séns að stíga líka á stað, sko. Því Mjölnir Open ógeðslega sterkt mót og bara hún mætir hana og það er svona viljandi gert að það er dreift fólki út, þannig að sterkustu aðilarnir ekki hittast endalega í fyrstu lótunni, sko, sem eins og bara eðlilegt er. Þannig að þú varst kannski bara nýmættur í hérna og bara blátt fjólubabelti og þú lendi bara á móti skilju eins og Haldalóa eða Eið eða bara skilju sem bara mönnum sem voru búin að vera í þessu mörg ár og líklega til gulls. Og það var dreift þeim yfirleitt þeir sem voru líklega að vinna var dreift þeim. Þannig að þetta var bara mjög erfitt mót að vera að taka þátt í og á 100% stað, sko. Ég elskar Mjölnir Open. Þetta er svona smá eins og ADCC. Já, akkurat, en Nogi, Íslandsmeistaramótið í Nogi, þetta er stærsta mót bara ever á Íslandi, sko. Þannig að bara í fjölda þáttanganda, sko, það var greinlegt að það þurfti, sko. Og er ógeðslega skemmtilegt mót. Og ég keft bæði, sko, að ég er svo rosalega nýr í þessu. Ég ætla að fá svona fyrstu snertingu í öllum mótunum, sko. Þegar ég tók fyrsta Mjölnir Open, þá var maður allan tíma bara please, maður fá eina glímu móti kvíðbelting. Það er eina sem ég vil, ég bara svona, var allan tíman og svo bara fekk ég ungan strák, bara ekkert kvíðbelting og ég bara yes! Og svo kefti ég mitt móti Arnóla, minni mig í glímunni eftir það og þá bara, ok, ég var enga segja það, skilur við, en ég fekk glímuna mína.
En núna þegar maður fer á Ísló, skilur við, færðu kannski 3-4 Já. ræðið gengur vel, skilur við. Senan bara að stækka líka svo mikið, sko. Þetta bara alltaf breyta svo hratt og þetta sport bara eitt svona hvað sem ört vaxandi sporti bara í heimi og líka bara hérna heima fyrir, sko. Þannig að bara, já, spennandi tíma, sko. Og eins og segi, gott að heyra sem með hvít- og blábeltingina og mér líður eins og það sé dálítið komið, sko, ef þú ert á því leveli þá getur fara á mót sem það VFBC með hana hvítur á leik og var með blábeltingamótið, ég veit ekki hvort það sé búin saman það núna eða hvað, sko. Og mér finnst þessu næsta skref sé sem að byggja upp fyrir fjólublábeltinga og brúnbeltinga á Íslandi, sko. Það væri gaman að sjá ykkur mót á því leveli. Það er dálítið stór stökk að fara úr blá og svo ertu komin í það sem margir vilja, sameina fjólblá, brún og svart. Nefnum það bara svartbeltinga okkar eru svo ógeðslega góðir, margir hverjir, eða bara bara eins og við sáum núna helgina bara eins og Villi og Stefán, þeir eru bara komin á prósenuna og svo eru að koma hérna að keppa við, skilu, sem að gæja eða bara einhvern sem nýkominn fjólublábeltið sitt og kannski bara að stíga upp, sem að ennþá í stiganum á leiðinu upp og sem við erum bara með svo efnilegt fólk á öllum levelum af svona með líður eins og að þurfum að búa til pláss fyrir þá líka, sko. Já, sammála. Það að vera svona góð, það að vera góður jarðvegur fyrir því að geta vaxið og dafnað heima, skilur við. Og fá okkur almennilega glímur. Akkurat, við erum intermediate, advanced og pro-flokk eða svona að senu ykkur, sko. En það kemur allt, sko. Þeir eru svolítið góðið með þetta í boxinu. Við erum með svona ABC-flokkað. Þannig að þú færð alveg fyrir 15 bardaga, skilur við, undir 18 ferlinu þínum. Það sem að þú ert bara alltaf að boxa við ykkur sem á sama leveli. Þá getur þú ferðið í elite. Já. Það er mega sens. Gaman að þessu. Er eitthvað meira að frétta af þessari Írlandsferð ef að halda áfram í næsta dagskrálið? Já, bara höldum áfram í næsta dagskrálið. Næsta. Geðveikt. Ég aðeins að rappa upp þessu Íslómóti. Það er ein ógeðslega skemmtileg minning sem situr í mér og ég er búin að hlæja þenni í svona, 2 ár núna. Það er þegar þú varst að halda þetta mót. Og svo póstar inn á einhverja svona VFBC-grúpu sem ég var inn á og þeir vantaði eitthvað til að hjálpa þær að ganga frá einhverjum tjöldum. Já, akkurat. Og ég bauð mig fram í þetta eitthvað. Og ég verði samkjafta allan tíman. Þú var samkjafta? Já. Var ég ekki að kjafta allan tíman? Jó, ég örugglega alveg líka, sko. En svo ertu eitthvað svona, þú ert að skutta mig tilbaka upp í VFBC. Og við sitjum svona í bílnum og eitthvað og þú ert örugglega í einhverju tímaþröngu og eitthvað og ég bara bla 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 bla, ég er með háskólagráðu, félagsfræði, bla 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 og ég bara segja þér allt. Þú ert bara svona og þú veist það er svona, ég veit að minn tími er búinn, skilur, mér varst bara svo gaman að spjalla. Og svo púlar það svo skemmtileg línu og þú varst eitthvað, þú heitir Jón, var það ekki? Það er ekki satt. Jú, ég er ekki það. Og ég bara, jú maður, og við tökum sér hendur. Það var ógeðslega bara takk aðeins þú var að hjálpa mér. Og svo var eitthvað svona drullar út í bílnum. Fyndi og ég man þetta alveg öðvögt, sko. Aha. Já, út af því ég var eitthvað pisti yfir eitthvað pólitíkustóti. Og ég man bara eftir að ég var eitthvað ranta heilengi eitthvað svona segja bara hérna jiu-jitsu, judo, pólitík. Já, ég man því. Og ég fór eitthvað að setja eitthvað í gamla dag, þá var þetta ekki svona. Og ég man bara algjörlega eftir því að ég var eitthvað að ranta yfir þér og bara eitthvað, hvað ég er að bulla yfir einhverju dralli sem honum eitthvað drullu saman. Nei, mér var ekki saman, ég var bara, ég ætla að læra mikið þetta. En svo bara kom þetta var svo geggjus. En fyrst að við erum á þeim nótum, sorry, að hijacka það. Þannig er það ekki rétt að þú mættir á námskeið til mín í fyrsta skipti sem að þú varst að prófa jiu-jitsu? Jú, það er dagsett. Svo ég man ennþá eftir því námskeið. Nú? Það var sko, þeir voru 2 þarna sem voru að mæta. Já. Manst ekki eftir þessu? Jú, og ég einhver sængstelpa líka. Já, akkurat, og þetta er ennþá eitt af fyndnasta námskeið sem ég haldið, sko. Já. Ég var afleysingakennari, sem þannig að Daði var yfirleitt með þetta, eða Davíð. Og ég bara svona hoppa inn í ef þess þurfti og ég akkurat var að leysa hann af. Já. Og ég man ekki, það voru eitthvað 4 skráðir. Og ég segi eitthvað við Daða, bara 4, það er svona lágmarksfjöldin til að rönna námskeiði. Við bara rönnum bara á þetta. Og svo mætti þið bara 2. Já. Að mig minnir. Og þetta var svona að bara ég man að ég spurði ykkur bara, vil ég rönna námskeiði, vil ég bara mæta á æfingar, það má alveg líka. Og þau bæði bara, já,
Við tökum bara námskeið. Það var bara eitthvað enga kennsla, sett ykkur tvær vikur eitthvað með ykkur tveim. Ykkur hlátuskasti og því að hún var alltaf að tók öllu svo með ykkur inn á vend og allt sem við kendi. Einmitt. Hún var alltaf með eitthvað svona hálfgert og sexuáli. Þú var svo rauður í andlitinu stundum. Já, þetta var ekkert eðlilega óþægilegt, sko. Það var eitthvað dæmi. Bara, ég hugsa eftir að það var eitthvað svona að ég var að kenna Mount-stöðu og hún var eitthvað, this is just like a rodeo á eitthvað íslensku ensku sem var og sem dæmi, sko. Já, ég skilji, ok. Já, ég var alveg með eitthvað brandara, sko, en hún var samt eitthvað freaky, sko. Ég skil okkur, nú skil ég var alltaf með kommentin sko krakka, þetta snýst ekki um það já, alveg sko þetta var líka svona eitthvað klukkan var eitthvað 8-9 kvöldi til og bara eitthvað engin annar heyrði í eitthvað en það var gatt við svona fullorðinsstemming svo lengi sem allir voru að taka þátt, og jafna mig. Þetta sko, ofta er þetta eitthvað strákar, ekki vera óvíðandi með stelpunum og eitthvað, en þarna var þetta eiginlega öfugt, sko. Ég var eitthvað að reyna kirkjana, sko, og hún var svona að fíla það aðeins mikið og bað bara eitthvað meira og maður er bara eitthvað svona, herru, veistu, mér líður bara ekkert vel í þetta. Ég hafði meira ágjörð þér en henni. Ég fórnalambið það, sko. Og svo sendi ég hann eftir námskeið á búið og svo sá ég þig ekkert og mér langaði alltaf að myndi koma að kíkja á æfingu en þannig að, og ég bara eitthvað, Nonni, hann var alltaf, hafði geðið eitthvað áhuga á þessu, ég sá það alveg á honum, sko, en ég er ekki búin að sjá hann á æfingu og sendi þér eitthvað skilabóð, þannig að mér allar ekki að kíkja, jú, ég er á leiðinni, sá þið aldrei, sko. Nei, kom svo svikti lið. Svo endur tók hann, sko, námskeiði með mér og ég man þegar þá mættum við og við hittum þig. Og ég held að þú hefði bara búin að raka þig skeggið eitthvað og Nonni var eitthvað, hei, ert þú ekki bróðir Sigurpáls? Já, akkurat. Þú varst að líka. Þú varst líka sko fúl skeggjaður hérna. Og shit, ég var búin að ná að setja þetta í gleymskupurinn minn. Ég var búin að bara dílita þessu. Já, til að safna sko, í vetratíman sko, þegar maður fyrir upp í fjöllin og það er gott að vera með full buss sko og svo sumar af nennum maður ekki að hafa það sko. Nei. Þannig að það var ekki fyrsti sem maður hefur ruglað svona sko. Nú mann ég þetta aftur af því þú varst bara, ég er Sigurpáll. Mikið af góða minningu niður í Vappi sko. En ég held ég að hafa tekið sko grunnafskið 2 eða 3 niður í Vappi árið ná að koma mér alveg lág og ról sko. Já, ég tók það líka 3 ég held við deilum metinu. Já, og nú eitthvað tíma þarna niður frá sko. Þú talaðum með að lengi á stað þannig í byrjun podcastins eða ekki? Þeir eru 2-3. Jú, en það var eitthvað mér gekk bara svo illa einhvern veginn að samsvara mínu svona lífsplani við snundutröfluna í Vappi. En svo þegar ég gat tekið 17-15 tíma niður í Reykjavík þá fór þetta bara að rúlla. Það er mjög algengt að fólk er bara að velja félag eftir henduleika, hvenær æfingar, staðsendingu og auðvitað sko. En það er sko. Ég var svo fastur á því sko að vilja æfa niður í Vappi og vildi alltaf æfa undir Daða. Ég var alveg fastur með það í mér sko. Og eitthvað, þú veist, í þessum nokkrum tímum sem ég tók undir Daða, það er margt sem situr eftir. Það var ástæðan okkur ég byrjaði í Vappi mér bauð starf sem þjálfari 2018 í Vappi og hann var með fjólublátt belti þá. Var búinn að kynna svona smá sko, en ég var búinn að ferðast út um allt, Norður-Ameríku og Mið-Ameríku og bara búinn að hitta hellinga fólki. Það var okkur Daði sko, á þeim tíma allavega, þá maður sem hans bara vera sko, höfu herra eins og margir bara á Íslandi og allstaðar í þjálfun. Þegar koma tæknilegri þjálfun, tæknilegri nálgun sko, það er bara fáir einstalingar jafn tæknilegir og Daði sko. Það er sama sko, mjög mér sko. Þú veist, Kolka, hún byrjaði á Vappi, ég var búinn að þá æfa í einhver, man ekki 4-5 ára eða eitthvað. Og hún var bara svona búin að prófa hér og þar. Sér kemur hún bara á æfingu og fyrir að kenna mér eitthvað. Og ég bara, hver var að kenna þér þetta eiginlega? Og þá var mér bara Daði og ég bara, ok. Það sá okkur að tækifæri að svona þegar ég byrjaði að æfa hann og þá var ég svona einn af hans aðalæfingafélögum sko. Það bara skyrockettaði sko, hann var líka mikil andstæða við mig sko, ég hef alltaf verið svona instinctual fighter sko, meðan hann var bara analytical, bara raut allt niður sko, það var frábært að fá einhvern sem var bara allt annað approach en ég við sko, sama hér sko, jú. Hann er góður coach. Mér minnir einmitt að þú hafði sagt að þú ættir einhvern útlenskan vin sem kemur sérstaklega til Íslands til að hitta Daða
og var bara, þeir svo heppnir að búa á Íslandi, geta bara hitta aða hvernig sem Varstu ekki þessu? Var það ekki þú? Nei. Það var einhver útlendingur allan sem Ég á allavega einn útlendingvinn. Það var segir það líka. Það var auðvitað Sigurpallega bróður Já, akkurat. Gaman að þessu Herri, chati biður fleiri sögur Dublin eða Serbíu Já. Ef að byrja ef heyra hvað Valentins Fells segir ferðina þeirra Stefáns Já, ég skal púlla það upp hér Pull it up Jamie Hello everyone, this is Valentin. Here is a recap of the ADCC trials where I went to in Serbia with the guys from Mjolnir. So we had 4 competitors. So Gudni started first in her beginners division and absolutely dismantled the competition. Very impressive performance and how mature she looked. For a beginner, so she scores 2 tarikoplatas and 1 triangle armbar and wins her division. We had Álfrún competing in the advanced lady. There were only 2 in her weight division. And unfortunately, the other lady did really well at sucking her into her game, locked her into the close guard. And started doing a pretty good job imposing her system, and Álfrún was on the back foot, therefore, during this opposition and couldn't get her game really started. After that, we got Ketit, who was competing in intermediate. He does a great job finishing the first round with a straight foot lock. Very clean. And in the second, he loses on points against the winner of the weight class. Absolute banger of a match. It was an absolute war, and Ketit managed to get also his positions going. Nearly got the back. The other guy did a great job getting out and was both super physical and aggressive. But what Ketit showed to me this match is his heart. I was very impressed to see that he was in a pretty much submission situation, managed to get out and kept fighting and trying to wrestle until the very last second. So even though he lost, it was just an awesome match. And finally, we got Stefan, who was on day number 2. He did not need to do a qualifier match on the end of the first day, and he managed to secure a pretty early straight foot lock. An outside heel hook against his first opponent. Looked great. And for the second one, he got a solid young Polish guy. A bit the same than with Ketit. It was quite an interesting back and forth where the other guy managed to secure a sweep in the point period. Stefan manages to get chest to back late in the match, and he had the choice between trying to pin or take the back to take the win. And he took his chance for the second, and unfortunately did not have the time to put both hooks in to secure the points. So the other guy won on points and just lost by 1 action against the winner of the division. So I'm very glad to see how Stebby is maturing and his game evolving. It's only his 6th year, and I'm very excited to continue this journey with him. That's it. You can watch my highlights on my Instagram, Valentin Guillotine, if you want to get visuals. And thank you for listening. See you. Nice. Dögum Valentin fyrir þetta. Hann mitt postað þarna einu ríli fyrir hvert dag, svona vídeologga þessa ferð. Já. Mjög skemmtilega. Með svona flottar stiklur. Það er gaman að fylgjast með þig. Já, sko, Stefán fann að vera geggjaður í sínu. Ég fylgdist ekki nógu vel með yngri krökkunum sem voru að keppa í Mjölni, bara því ég var í stresskasti sjálfur einhvern veginn. En Stefán Fannar var fannst mér geggjaður. Hann náttúrulega rústaði fyrstu glímunni sinni, fekk náttúrulega 3 sigur fyrst, rústaði seinni glímunni og var ógeðslega noldi.
að vinna seinni glímuna. Voru búin að sjá þetta? Já, kíktum á þetta sko. Já, þetta er inn á MMA frétta YouTube-inu, alla glímunar hjá Íslendingunum í próflokknum allavega, fyrir þá sem að hafa áhuga. Já, hvernig er best að byrja þessu umræðu? Sko, munið hvað Stefán er gamall? 20 held ég. Já. Sko, mér finnst að vera svona ákveðið testament sko, hvað hann er á ógeðslega góðum stað í lífinu varðandi svona glímu fyrirlin sinn. Af því að eins og Valentín Feld segir, hann er að þroskast ógeðslega vel, kannski ekki andlega, en glímulega sér. Ef eitthvað var aftur, nei. Ég var að finna fyrir þessu næsta viku. Heimáttur. Shit, maður, nei, ég er ekkert ánum sötulist hana. Þannig að, já, ég allavega horfði á þarna glímunar á netinu hjá Stefáni, sko, og bara, eins og segir, leit mjög vel út, sko, hann er bara búin að vera performa, eiginlega mjög vel seinastu, hvað maður segja, ári eða 2, sko, á þvílíku róli. Er það ekki rétt hjá mér, þetta fyrsta skipti sem hann skrái sig í pró. Í fyrra, þá held ég hann hafi verið að keppa þá í advanced flokk, ég veit að Já, getur Kíkja það sko. Ég er bara að gera að hann allavega var að keppa í pró núna. Já, ég held að sé rétt í þessu. Og þannig að, já, mér fannst það bara geðvikt hjá honum, sko. Fyrst sá maður anstæðingur hans í fyrstu lótunni, var svona smá stressaður, var svona dálítið all over the place. Og Stefán var bara mega level-headed og hélt bara kúlunum sínu og fór bara beint í gameplanin sitt sem virtist að vera fótalásar. Já, hann sagði það fyrir glímuna, sko. Hann kom tími fyrir glímuna og sagði ég er að fara að brjóta á hann fótinn. Sko, þetta virkar. Já, það virkar bara að brjóta. En hann mætti þessum Jarin Cohen, Ísrael maður. Sko, frá mínu sjónarhorni þá leit Stefán út fyrir að vera betri glímumaðurinn. Átti ógeðslega margar sóknir. Bara í seinni glímunni. Í seinni glímunni, já. Ógeðslega góða sóknir, en náði aldrei að secura stíginn sín. Nei. Ég veit ekki hvort sér rétt, ég fekk svona wrestling vibe frá þessum strák. Já, Sebastian Patik. Já. Ég fyndi að hann var að púlla. Já, það. Hann var að púlla gard eða ekki. Jú. Það var botnunum meil allan tíman. Þangað til ég sendi hana framlengingur, þá fór hann upp og þá allt í hennu þá leitið þetta ekki alveg vel út hjá Stefán, skilur þá bara, mér fannst hinn performa betur á fótunum heldur en gardinu, sko. Já, þegar hann kom stofan og byrjaði að ná einhver svona lokku utan og þetta er þétt, sko, það er erfitt að sækja þessu. Skoraði hann 2 stig á hann með svípi og þetta var bara fucking solid sweep hjá honum, sko, hjá honum anstæðingnum, sko. Hann á hróskilum eins og ég hef hort á marga glímur á Stefáni og hann gefur ekki svípi, sko. Nei, akkurat. Stefán er ógeðslega góður í að skrambla aftur upp, sko. Þannig að, já. Mér fannst samlega sem þegar þú segir, en hefði Stefán átti, hefði hann spilað þetta rétt, skilju, þá held ég hann hefði alveg getað rústað þessum gæja, sko. En ég held að við munum sjá þetta næsta ár hjá Stefáni, sko, sem það mun bara þroskast sem íþróttamaður og bara strategían hans mun bara þroskast með hverju móti, sko, og hann segir sem bara solid performance á prófvettfangi, sko. Maður hefur æft með þessum ATCC gæjum, sko, og þetta er náttúrulega bara eitthvað annað, sko, annað leikur, sko, þetta er annað level að vera hana, bara ATCC Trials Pro og svo ATCC stóra, sko, þetta er bara, það er enginn á Íslandi er að glíma á þessu, sko, kaliberi sem maður finnur, eða glíma við einhvern ATCC champion. Það er bara gaurar sem eru kannski að komast eitthvað inn í móti en er ekki svona að ná að komast í gegnum trials. Ég glýmtu marga að það gaurum, þeir eru ógeðislega góður, sko, og þeir eru bara að tapa, þú veist, í undanúrslitum eða fyrir undanúrslitum, er ekki svona komast alla leið, sko. Nei. Þannig að þessi gaurar sem eru að vinna þetta, sko, þetta er bara toppurinn og toppnum, sko. Já, það er svona sáða þegar maður var að fylgjast með úrslitunum, sko, af glímur sem fara ekki inn á YouTube-ið, en þetta er bara, það er allt annað að horfa á einhvern veginn. Mér líður bara eins og enginn kunna glíma hérna heima þegar maður horfa á það, skilur. Þetta er allt annað standard, sko. Já, og þetta er allt öðruvísi glíma bara, að þú veist, ég er ekki með nógu mikið svona glímu innsæi til að bara nákvæmlega átta með á því hvað er í gangi, sko. Þeir eru kannski, þú veist, bara svona svart og hitt, þeir eru betri standandi, þeir eru mikið, þessi gauðir sem keppa á þessum mótum, þeir eru rosalega góður að wrestla, rosalega góður að eldast við baki standandi og rosalega góður í að láta ekki taka sér niður. Já. Þannig að það er kannski svona
svona tæknilega aspekti kannski svona betri í öllu en þeir eru meira í þessu en við hérna heima sko. Já. Þeir eru alveg bara tæknið þeirra top notch, bara physical performance þeirra skilur, sterkir, snöggir og líka bara intensityið og allt saman, þetta allir kaliberar eru bara svona krankaðir upp sko. Og þú kemst ekkert einhvern veginn þannig séð auðveldlega á þetta level án þess að vera exposaður af þessu leveli. Þú getur ekki bara verið út í hotni eitthvað og bara eitthvað, ég verð geðið góður, bara eitthvað aðlinn að æfa. Þú verður að fara og keppa á þessum mótum og ég er mjög mikið proponent að fara út og æfa, fá exposureið, svo getur alltaf komið heim aftur til Íslands og nota það sem að þú lærið þér úti sko, en þú verður að fara og finna fyrir þessu. Og það það sem þessu gaurar eru að gera, þeir eru mikið að ferðast í svona sérstök gym í Evrópu og eru að æfa saman sko. Já, Evrópusenan eða Evrópu bara keppendunir, þeir eru að fljúa upp núna sko. Þetta hefur verið sko, brassanir voru alveg dominandi, svo bandaríkjamennir, svo núna Evrópan finnst mér að vera á leiðinu. Ástralía líka, mjög sterk núna. Já, akkurat. En Ástralía og Evrópa. Já. Og veistu, pólverðinni fannst mér alltaf vera bestir, núna eru Bretarnir koma ógeðslega sterkir inn líka. Veistu, Bretar held ég að mestu hana gullina á þessu træðali sko. Já, og ef við tengjum þetta aftur skilum við inn hjá Stefáni sko, sem mér bara líður eins og hann akkur bara á þessu fyrsta veifi af Íslendingum sem eiga séns að komast á þetta level með Evrópufólkinu sko, Evrópubúanum sko. Bara fannst þetta ógeðslega vel gert hjá honum bara yfir höfuð sko, og maður sá alveg að hann var bara með solid game sko, algjörlega. Já, 100%. Og hann var líka bara svo, ég gæti ekki skynjað á honum að hann væri eitthvað svona yfirstressaður, eða villi verður mjög stressaður. Já. Allir bara getur ekki borðað stressaður. Það var bara fannst það stóru munur á þeirra performance að Stefán var mjög level-headed og hinn gæinn sem var böggast í honum var alveg með, setti alveg bara smá hita á hann sko, en Stefán var allan tíman bara cool as ice sko. Það er svo mikilvægt fyrir þessu gaura að vera bara, þú stótt einhver sparkið, þú ert bara eitthvað, það skiptir engum máli. Þannig að þeir eru að fara að gera það sko. Það er alveg mental game líka. Þeir eru að reyna að fá ekki þér sko. Og ef þú missir eitthvað hausinn í 30 sekundur, það getur allt gerð sko. Já. Ég held að Stefán hafi myndið gefið Sebastian Patrick gott hnéspark í hausinn í einhverju garðparstilraun. Mér svo sýndist það og svo mætti Sebastian Patrick nokkur orð frá honum sko, og hann með bara góðan marblett góðan blett frá Stefán. Talandi marblett, bara til að skjóta inn í þetta, finnst þess að Pálína sem var að keppa helgina, hún skölluð spróvart, það eru bara eitthvað og stangast á í glímunni. Ég veit ekki hvernig glíma fór. Ég bara man eftir að sé Pálínu og hún bara svona, þú veist, það er ekki heima. Pálína, alltaf leið, hvernig gekk? Já, bara fínt eitthvað svona. Sér bara setjum daginn, hún bara komið svona stóra kúlu. Og maður bara, shit, hvað er í gangi? Hún bara, það var einhvern sem skallaði mig, ég fekk heilarhristing líklega, maður það make a sense, og það við farin á það, sko. Næsta dag, þá kúlan byrjaði að minka, hún bara með grimman marblett, bara stærsta, bara glóður. Næsta dag þegar maður fara, þá kúlan farin og hún bara eins og hún hafi verið lent í heimilisofbeldi sko. Hún bara ógeðislega marinn. Heyrðu, á flugvellinum á leiðinni heim, þá hún bara tekin fyrir. Hún alltaf bara með strákið sinn og með einhverju pappíra sem segir hún megi fara með hann og eitthvað svona. Öll töskurnar og allt voru efnistjekkar og bara þá tekin til hliðar og síðan bara, heyrðu, er þetta eitthvað mannsaliðn í gangi? Hver er þessi strákurinn með þér? Það er sonur hennar. Þannig að út af þessu glóður að hún bara alveg tekin fyrir, sko, greið konan. Úps. Ég man að Halli, hann var í fyrsta próbardaganum sínu og hann var bara að éta olbúa og eitthvað, hann var alveg fokkt undir báðum augum, hann var tekinn beint inn í eitthvað bakherbergi sko. Já, hann var kringdur af okkur mörgisvölu sko. Hann líka labbaði gegnum hliði bara eins og okkur pandabjörn hérna bara. Þetta er bara ætast, bara þessi hver. Þessi var erfiðandagur, sko, þöggan aðeins meira sko. Þessi sko var barn í klassu og er með eitthvað í rassinum. Við þurfum að komast að vita hvað þetta er. Þetta er svo fyndið sko. En svo, ég var nú tekin í eitthvað tjekk þegar ég var að lenda á Keflavíkurflugvelli, ég var hérna í gær. Ég veit ekki. Rectal? Nei, ég er alltaf að bíða eftir að það komi, en það kemur þetta neitt. Þú verður bara að smygla einhverjum. Já, það var eitthvað svona, kemur gæði svona tjekk einhvern veginn og svona einhvern veginn, yes, loksins, eitthvað, byrjaði svona að losa buxurnar eitthvað en þá vildi það bara eitthvað svona að skanna töskurnar. Sko, trikkið er að labba aldrei einn í gegn. Þeir taka mann ef maður labbar einn í gegn.
Það alltaf að reyna, ef þú ert einn að reyna að finna einhvern hóp og labba með þeim. Já, ég veit. Ég var sko ekki bara, ég var sko að labba einn í gegn og í símanum svona. Svona reyna að vera ekki í kontakt og eitthvað. Já, flóttalegur. Já, mjög flóttalegt dugnaráð og allt þetta dót sko. Gaman að þessu. Hérna, ég ætla að óska Stefán Fannari til hamingju með árangurinn sinn. Þetta var bara geggja móti honum. Ég ánægð með hann. Ég ætla að klippa reel hann á morgun. Nice. Við eigum eitthvað efni frá honum frá ADCC og náttúrulega glímundar á sínum stað. Já, það var hinliðin af ADCC Trials Serbia sem þá villi, já sem getum við einu sinni villi Törstól en ekki lengur. Veistu baksögnu baka það? Það var uppræðanlega Það veist ákveðan breytti. Þann var Willi Törstól, hann spilaði alltaf Törstól. Einu sem við glímtu hann, hann var bara alltaf í Törstól. Hann var hann að æfa undir pritt. Já, ummitt. Já, og hann tók það game bara too hard, sko. Ummitt. En svo ætlaði hann eitthvað að minnka það og fara meira að senda en núna ég svo sem að tala út úr rassinum mínum, sko. Já, hann fór eitthvað yfir þetta þegar við fengum hann í viðtal. Já, okay. Já, þið eru greinilega ekki búin að hlusta á það. Nei, það er ekki á netinu. Nei, það er á Spotify, það er bara ekki á YouTube-inu, sko. En það er rétt, sko. En hann sagði eitthvað, sko, að hann hafði verið æfundur pritt og tekið á Törstól og svo skýrði hann sig alltaf á Instagram eftir beltinu sinu. Willy White, Willy Blue, Purple Brown, en vildi ekki vera Willy Black. Nei. Blackface að svona svo Maður skilur alveg. Og bara, þá held ég að það hafi bara verið bara Willy Törstól. Þá hann rýbrandaði í Willy Glíma eða eitthvað. Núna, já, er ekki Arnarsson Arnarsson Glíma, já. Já, Willy Glíma og hann sett, það hljóma heldur ekki nóg vel heldur. Hann var það í einn dag heldur, Willy Glíma. Það er alveg sem ég heyrði. Úff. Willy er svo yndislegur, sko. Shit. En, já, við fórum út saman. Við flugum saman, áttum góða nótt í London. En það klikkaði allt hjá okkur. Gistingin klikkaði og svo glemdi Willi að tjekka sinni flugið til Króatíu og var á svona standby lengi. Þannig að ég svona fer inn í flugvélina og bara Willi basically bara svona vinka með bless og bara svona 50-50 hvort ég komi með eða ekki. Og það var mjög fyndið. Þannig að það var mjög, ég var mjög einmana svona í fluginu, eitthvað svona alltaf svona að skoða út gluggann, skoða svona út ganginn í fluginu, svona ætli Willi birtist. Og svo fyrir skemmtilega tilviljun að það var sko eiginlega eina fólki sem mætti ekki flugið var fólki sem átti að sitja hliðin á mér. Þannig að Willi fékk bara fyrir tilviljun sæti hliðin á mér eftir einhvern svona standby, bara herðu, bara til að fylla flugið, þá færð þú sæti hliðin á nonna. Það er eina sæti sem er laust. Þannig að það var virkilega gaman. Fengum gott Airbnb, hafið þið komið til Belgrad? Nei, en mér leið eins og ég hafði komið með hann á reviewin hans Villa, sko, leið mér eins og ég væri bara á staðnum, sko. Með reviewin hans Villa? Þannig að hann var alltaf að sína úr herbyggjun hjá okkur og svona að þetta var með flott vlogg. Já, ég reyndi sem eftir minni bestu getu að fylgjast ekki með því. Já, ég fylgdist mjög vel með þetta, sko. Já, hann tók svo mikið af ógeðslegu myndum af mér og var alltaf að sína mér það, sko. Og eitthvað svona, svo var hann alltaf að segja svona hvað, þú ert ekki að búin að kommenta eitthvað á Instagramum mitt og ég bara vildi eiginlega ekki sjá þetta. Ég bara, en ég veit ekki hvort ég hafi verið þarna eða ekki, sko, en hann var mjög duglegur að posta, víst. Já. Já, þú varst annars, sko. Já, það. Þú er miður, maður. Djúðin. En skemmtilegt, ég þakka Villa mjög vel fyrir að nenn að standa í því að coacha mig, sko, því hann verður mjög stressaður, sko. Og ég man á fyrsta degi að þá eldaði hann sér eitthvað svona, eitthvað svona drasl, eitthvað kartöflur og eitthvað. Svo bara hann bara svo stressaður upp Airbnb, hann næri ekki svona að koma þessu niður, sko. Og ég var bara, shit maður, ég er bara eitthvað að reyna að fá hann til að coacha mig og eitthvað. Og þú veist, og ég átti svo erfitt með að, sko, mér leiði svo illa að vera að taka athygli frá honum, sko. En það var gaman, ég keppti, mætti einhvern rússa í fyrstu glímu sem var ömurlegur. Eða þú veist, hann var ömurlegur af því að ég æfi líka, þú veist, maður, en söpaði hann með Mounted Guillotine þegar voru svona 11 sekúndur eftir á klukkunni, sem var gaman. Svo mætti ég bara eitthvað svona serbíska svona íþróttaálfinum. Mætir eitthvað svona gæi sem er svona 1,70 hæð, ekkert eðlilega jacked og bara fucking skorinn, sko. Mætir bara eitthvað svona bera ofan bara með konuna sína með sér
ógeðslega næs og ég bara, fuck, ok, shit, en það var svona, þá fekk ég svona, það sem ég vildi fá út úr þessu móti, sko, var svona alvöru gauður og finna svona, þegar maður collar-tæðar og svona, þú veist, finna gripinn, svona hversu sterkur og hversu þétt þetta og svona, hvernig þetta öðruvísi heldur en hérna heima. Og það var mikil reynsla, en ég náði einhvern veginn aldrei að svona koma einhver svona mínum leik, ég svona committa aldrei almennilega í neitt og náði ekki svona að koma mínum vilja fram í glímunni. Það sem eitthvað gameplan svona komið inn eða hvað? Í rauninni bara gera það sem að Villi er búinn að vera að drilla í mér, skilju, bara hérna fæta gripinn, ná, þú veist, innstæðunum standi og einmitt svona, þú veist, sækja bakið, bara resla standandi og sækja bakið. Og svo kemur dómarinn eitthvað svona, hey, work, og ég tek það svona aðeins meira inn á mig heldur hinn gæinn, sko, þannig að ég panika aðeins meira, skýti í eitthvað svona, hérna, reyni einhvern singuleik sem var ekki svona alveg til staðar, gæinn tekur mig bara í gíotín og femmi með mig í jörðina og ég bara, ok, þú veist, sá þetta koma og svona skýt mjóðmöður mínum út, þú veist, gíotín megin, þú veist, rúlla yfir og svo eiginlega svona, ég svona hökti aðeins, ég var svona eitthvað, bittu, hvað ætla ég aftur að gera því ég var komin hingað, skilur en þá var gæinn búinn að breyta því í dars og ég svona, ok, nice, dars, byrja að vera darsinu og var einhvern veginn þar í svona dars-defensinu þegar hann var alltaf búinn að breyta aftur og komin í ninja choke eða svona, hérna, figure 4 gíotín og þá hélt ég aftur, eða svona hélt ennþá að fara einhvern veginn að ég væri í darsi og fann enga leið út og neyddist til að tapa en skemmtileg glíma, lærið mikið sko það var svona reynslu glíma og erfiður stað til að vera á sko þegar maður lendir í þessu kombói sko já, það er bara stundum eins og þú segir stundum líður maður bara eins og engi leið út úr þessu sko já, það var svolítið það sko, svona situr svolítið í mér sko að því að ég svona hoppaði út þú veist, handa megin en ég var alveg búinn að plana sko að fara hinum megin og reyna hérna, hvað er þetta, one flute choke þú heldur í hendina og ert þú vona og það var alveg svona leiðin sem ég langaði en að ég fekk optionin og ég var bara, 6-7 fuck, ég var að hætta þessu maður en fór röngum megin út einhvern veginn og þú veist, tók ekki í hendina þú veist, ég var að rulla út, skilur þannig ég Og rúlaður kannski baki og fórst ekki alla leið upp og hnén aftur. Já, fór ekki og þú veist, dílaði ekkert við hendina þú veist, ég hefði aftur að, þú veist, aðeins í olbóðan eða aðeins að skræla eða eitthvað og þetta er svona mistök sem maður kemst upp með heima en á ADCC Trials þá bara glemdi þessu og bara, það er engin miskunn en það var bara skemmtilegt sko en þetta var fámennu flokkur þannig að ég tók silfrið heim eitthvað svona eins og ég sagði við Þröst þegar ég spjallaði við hann sko hann var eitthvað svona að fara út og fá okkur að titla og fá okkur að medalíur og eitthvað og þá var leið mér svona eins og ég geti gert það líka og var með svona vision eitthvað svona ég getur okkur alveg farið út og náðu mér í ykkur medalíu þannig ég er búinn að því þannig að einhvern veginn það sem var svona á to-do listunum mínu 2006 það er bara einhvern veginn komið það var bara cruising the rest of it sko. Nú er þetta bara eitthvað Friends Marathon og eitthvað Það er samt alveg, það er alveg smá, þú veist að svona afreka að fara út og ná að vinna glímu sko. Já. Þú veist, það er alveg, ég segi þetta oft við nemendum mínar þegar þeir eru að fara út og tapa. Sko, ég fór 5 sinnum út að keppa á henni vann eina glímu. Já. Þannig að, þú veist, alltaf þegar fólk fyrir út og næra að vinna glímu er alltaf, hei, það er fokkin vel gert sko. Alltaf á mínu standard. Já, það er það. Helvítið langa tíma. Þú veist, þú líka, þú veist, þú sigrar alltaf með því að taka þátt sko. Þú veist, bara með að stíga um dínuna og taka þátt. Það ertu búin að sigra miklu meira en allir aðrir sem taka ekki þátt. Þannig að þú ert by default vinner upp á vissu marki, skilju. Og ert svona, þú veist, þú verður að þóra til að skora. Þannig að þetta var ógeðslega, ég held ég bara, sérstaklega þessi seinniglíma, ég held ég hef ekki lært jafn mikið í jiu-jitsu á, þú veist, 5 mínútum og akkurat þarna. Þannig að svona, þetta gefur manni ógeðslega mikið þó maður tapi og maður er eitthvað svona, þú veist, og þetta stingur, sko. Færðu núna svona tilfinningu að það er enginn að fucking darsa mig aftur? Jú, alveg pottur. Nei, ég tekur svo alltaf ekki að persónu. Ef ég lendi í einhverju, eins og ég var svona tekin í svona semi-shotgun armbar, svona 10 eitthvað. Og ég bara tók þessu svo persónulega að þú veist, ég er bara geð góður núna í að gera þetta, bara þetta að ég lendi í þessu. Ég tekur svolítið alls þannig, sko. Er oft svona eins og hérna Fluffy Hernandez sem í UFC minnumvendin næsta helgi hann er með tapa á Anaconda choke kom bara tilbaka næsta fight vann á Anaconda choke það er Meatball Molly með kann gera þetta líka tapa bara kom tilbaka vann með hann bara það er bara svona að þú lendir í að tapa eitthvað þá bara svona stútir það svo mikið frá öllum áttum sko. Já, en ég veit sko að þetta sequence sem að pullaði sko ég er að fara að stúdera þetta sequence ég er alveg bara
þú veist, alveg 100% og maður svona fattur sequenceið aðeins betur en þessi gæi var sko búin að vera 2 sinnum með eitthvað svona fastest submission af ADCC okay. og með, veist, ég var svona að skoða á smoothcomb ég reyndi ekki að skoða ekki of mikið sko en sá þetta og ég bara, þetta er örugglega leglock eða eitthvað, veist, þetta er eitthvað svona skítatricks svo var hann einhvern veginn ekkert að flýta sér og svo var hann bara með þetta sequence bara á lás miklu betur heldur vörnum mín var veist, tilbúin í þetta þannig að ég var bara fuck hann var fucking náðu mig En mátti fara í heelhooks í þínum flokki? Nei það mátti ekki, það var eiginlega eina sem var bannað og ég var búinn eitthvað svona að ég kann ekkert í fótbolta sko, ég pæla ekkert í þessu var búinn að vera svona aðeins að skerpa á fótbolta sko, þurftu ekkert á því að halda en þurftu að kunna þetta sequence en það var gaman að það sko, þetta er já, djúvill læri maður en það var líka að fyndið sko, því að ég var svona fylgjast með smoothcomb sko, hvenær ég átti að fara að glíma og stóð eitthvað svona 10 mínútur yfir 4 eða eitthvað það var eitthvað svona yfir bracketinu, eitthvað svona estimated 10 mínútur yfir 4 og svo skoði ég eitthvað svona bara glímuna sjálfa og þá var það sko 10 mínútur í 4 og ég fannst ég svona óma fyrir nafninu mínu svona í kallkerfinu maður alltaf heyrir ekki raskat sko svo fer ég eitthvað svona alliðuna sem að lappa inn og gæi vill ekki hleypa mér inn svona öryggisvörður sem svona passar að þú fáir bara að fara inn ef að glíma þinn eða svona næsta eða svo og hann vill ekki hleypa mér inn en sér að svo eitthvað ringi mig bara að vera að kalla þau upp maður drullar dýnuna og eitthvað og ég bara rífast eitthvað öryggisvörður bara ég lofa mér ég er að fara að glíma kemst að dýnunni og gæi segir við mig þú hefði verið disqualifier eða þú hefði tapað glíminu eftir 20 sekundur okay. og ég var bara En af hverju var þessu öryggisvörður? Hvað fokkar ég á það? Hann var bara jafn mikið í ruglinu og ég var, þú veist, 8 sekundum áður. Já, ok. Það var bara, en ég myndi eitthvað að rífast við hann ég sé að fara að glíma og bara það að vera að kalla upp nafnið mitt og hann er bara, nei. I don't like you. Já, bara, mér heldur að ég ekki að fara að glíma og bara, Jón Fast to Matt 4. Shit. Það var mjög gott. Þeir með eiga það, þeir gáðu mér slatta langa tíma til að drulla mér á sveði. Já, ok. Þeir með eiga það. Og villi geggjaður að hérna Hvernig gekk Ulla? Hvernig var glíman hans? Glíman hans var góðar. Hann náttúrulega þurfti að glíma fyrir daginn og maður var, hvað hét aftur guttinn sem hann var að glíma móti? Ég ætla að fletta þessu upp. Helviti, Slíka var ekki, ég var að fara yfir í gær, hvað voru margir og fyrst heyrði ég bara, fólk kefti fyrst eina glímu fyrsta daginn og ég svona, hvaða skipulagsrugli þetta eitthvað. Sér sá maður bara fjöldan af keppendum að keppa fyrstu glímynda sinnar. Já. Shit. Það var sko 124 í þessum flokki. Einmitt. Það er svakalegt. Já, þannig að þetta var bara eitthvað svona bara filturuð út bara þannig fyrst daginn og svo var bara geggjað keppnisdagur á degi 2 sko. En Villi byrjaði að glíma móti Amir Maroni Já, einhvern dúta frá London Grappling og hann eiginlega bara stútaði honum fór sem talið alla 9 mínúnar en það var eiginlega engin tímapunktur þess manni fannst Villi ekki vera að vinna þessar glímur og svo degi 2 það mætti hann finnskum gæja Edvin Pilak og hann var ógeðslega góður en Villi var samt sko betri en hann tæknilega en gasaði út og þá svona og hleypti honum inn í glímuna og hann var með svona fleiri submission attempts svona koma að segja undir restina og hann Villi tapaði á dómarakurinn. Já, ok. Elsku kallinn. Hvað sem voru búin að sjá? Já, horfðu þú á hana glímunar hjá honum? Sko, hann leit ógeðslega vel út, hans mér sko, sett bara aftur og sama eins og með Stefán, bara mér fannst hann að líta betur út báðum glímum. En alveg svona, maður þekkjandi hann og líka bara svona sá hvernig hann var, sem það var greinlega, það var svona örugglega stressaður í þessu sko, segja hann að ekki það sjálfur eða? Jó. Já, mér fannst hann eiga ógeðslega mikið inni sko, hann hefði getað pakkað þessum gæjum saman sem bara á munstittir tíma sko, hvað vann hann sem þann fyrstu glímuna á hvað stigum? Já, á stigum. Á stigum. Í uppbótartíma. Já, í uppbótartíma akkurat. Sko, og svo seinni þá sem tapaði hann á sem decision eða sett, já, og þannig að hann leit bara helviti vel út í báðum glímum sko, en akkurat hann í seinni glímunni þá náði hann í þessu framlíkingu, þetta er 9 mínútur báða glímur sko, þreytandi, ógeðslega þreytandi sko, og þannig að en sett þessu framlíkingu þriðja í seinni glímunni þá kom hinn gæinn og setti bara pressun á hann og maður sá það alveg og Villi bara svona eins og segi maður veit líka hvað að segja
segja eitthvað án þess að hafa talað eitthvað við hann það, sko, en það bara lúkkaði eins og hann var ekki alveg bara á staðnum til þess að taka sig, sko. Hann var svona dóldi, ég held að bara stressið hafi komið aðeins á hann eins og hann var ekki alveg fókusaður með þetta, sko. Mér fannst bara, ég hef séð hann keppa, ég hef æft með honum margoft og mér fannst hann bara eiga svo ógeðslega mikið inni, sko. Og hann hefði getað, sko, pakkað þessum gæja saman, sko. Sérstaklega ef við horfum, sko, fyrir hlutan, þá var hann bara, sko, mikið betri glímumaður í fyrri leikhluta, sko, fyrir framlenginguna. Og eins og hefði bara kveikt undir rassinn með hinum gæjanum í framlengingunni, sko. Var 100% keisi, sko. Já, það ekki. Jú, Villi var náttúrulega búinn að vera veikur, sko, og hann eigi ógeðslega erfitt kamp. Var búinn að vera á sýklalyfjum svona, viku fyrir ADCC. Var bara ógeðslega tæpur, þolega séð. Greiði kallinn. Það var nákvæmlega þannig, þú veist, þessi Pílag bara setti pressun á hann undir lokin og Villi var líka búinn að sýna svona slæmt body language. Eins og þetta fór í uppbótartími, þá hann svona hallaði sér fram, hann pínu hérna bara, þú veist. Þannig að ég held að gæinn hafi bara séð það, skilur. Hann að, ég veit ekkert Stefán og Villa, hvernig þeir æfa og svona. Vitið eitthvað hvort þessi æfa líkamlega partin eitthvað mikið? Þeir að lyfta, þeir að bæta þolið sitt? Eitthvað svona í gangi? Ég veit lyfta, sko, en kannski þollega séð, þá held ég að Villi taki það ekkert sérstaklega fyrir. Þannig að þeim strákum sem ég hef æft með sem keppa á þessu leveli, þeir eru ógeðislega sterkir og þeir geta bara haldið áfram endalaust og síðan kannski, auðvitað ef við nýbúin á einhver sýklalyfjum, það bara drepur allt, sko. Ef maður síðan stressaður, það getur náttúrulega líka alveg farið með mann, sko. Þannig að eins og þeir að lýsa, þá þetta bara, hann hefur kannski bara lent á einhverju vegg og gaurinn þá þetta bara, ef þú ert þreyttur, það náttúrulega skiptir ekkert máli hvað þú kannt, sko. Nei, en hann var sko betri getulega og tæknilega. Ég að segja, ef það sást, skilur, fyrir hlutar og síðan virðist eins og eitthvað bara dippað, skilur. Einmitt. Já, 100% keisið. Það er grautfúlt, sko. Þannig að lendi oft líka í svona sóknastöðum og oft erfitt með að settla að fá stíginn sinn. Mér fannst að vera svona hjá báðum mönnum, sko. Sendi svo Stefán, hann var kominn í góða sókn en náði ekki að settla fyrir stíginn en var alltaf mjög aggressífur í subbið og sama með eins og Villi. Villi var mjög aggressífur í subbinn og svo fannst mér hann ekki að ná að settla stíginn, jafnvel, sko. Og þegar þeim fór í subbið þá náttúrulega allir ferskir og tilfinningarna háar og það getur oft verið erfitt að klára, sko, sérstaklega þegar þú nærði ekki fyrsta subbinu og þá ertu svona dálítið þá hækkar peysi bara einhvern veginn í glímunni og báðir eru að eltast við skotti og öðrum, sko. Og þá svo mikilvægt að vera með sko plan B, bara ekki, ég þarf að ná að settla þetta þessu mánti bara smástund, svo fyrir við aftur í gameplan A, sko. Mér fannst eins og að þeir voru dálítið fastir í gameplani A sem var bara subba, skilju, báðir að spila heavy í þannig fótalósa leik, sko. Og gallin við fótalósa leikin ofta það erfitt að skora stig þar, sko. Og ég hefði mjög gaman að sjá það að fara í plan B, skora stig og svo fara aftur í plan B að reyna að klára, sko. Eins og þannig að ég hélt akkurat þegar ég var að horfa á Villa á Flowsport, þannig að Flow Grappling. Þeir postuðu öllum pro-fætunum og þá akkurat kemur eitthvað 2 stig á töfluna og svo var það tekið tilbaka. Þá hélt ég að það lúkkaði eins og hinn væri með 2 stiga forskot þannig að held í framlengingunni og svo var það slegið af og svo var hann á ákvörðun. Þannig ég að pæla hvort að það hefði verið á mótstegi, skilja, á dínunum að hinn hefði fengið stig og það gerir ógeðslega mikið mentally, sko. Þannig að ef maður myndi sjá þá fara og reyna að skora þetta stig og fá þetta one up og þá breytist peysi á glíminu svo mikið, sko. En hefur ógeðslega mikið láhrif, sko. Það er það held að vera á hliðarlínu, sko. Já, nei, ég man, sko, ég bara á einhverju ísló í hvítbeltaflokki, skilju, var glímuð þröst og hann fekk eitthvað gefin stig. Ég man að hausinn á mér fór, skilju, bara í einhverju svona, skiptir ekki máli í glímu, skilju. En það gerir það samt, og það geta alveg gerst hjá honum líka, sko. Já, alveg 100%, sko. Það hefur miklu meira áhrif, skilju, að vera, þú veist, þá 2-0 undir og, þú veist, að vita bara, þú ert að tapa og þú hefur 1 mínútu, eða eitthvað, skilju. Gerir alveg helling, sko. Svo við sáum með Stefán,
hann að reyna að skora stig á seinustu mínúndinni, kemst á bakið, næstu búinn að skora stig, næstu búinn að setja og fer með þessu submission á sama tíma, sko, og bara hefði maður sér það aðeins fyrir, sko, það hefði fulla trú að hann hefði náð að skora stig, sko. Já. Þetta er góðu punktu með, þú veist, leik A og leik B og svona, og þetta er svolítið sem ég sé marga í Evrópu, góða gaur í Evrópu, þeir eru svolítið mikið í leik A bara, eins og gaurin bara sem vann hann að trialsið, hann að Flanagan, bara ógeðslega góður, en hann gerir bara eitt, það er bara að fara í fótolasa, og sumir af þessum rússum sem að mæta þarna, sem bara wrestla sem voru börn, sko, þeir eru ekkert fara að hleypa neina nált fótunum sínum, ég held mér þess að í úrslitunum hann hafi söpp á gaurin á seinustu sekundinni, og staðan held ég að vera 0-0, sko, og síðan sem maður er svo gauðra sem eru bestir í heimi og þeir prófa árás A og það er ekki að virka og þeir bara í mómentinu byrja bara ok, förum í B, náum hérna 60 minn og síðan allir á söppan og það er að geta þetta sem íþróttamæður, þetta er auðveldara sagt en gert, við erum bara að segja faru frá A yfir í B, en þetta er ógeðslega erfitt, sko, og það sýnir alvöru skill að geta svona og síðan kannski líka eins og tala með hann Stefán að kannski einmitt, náðu inn 5 stigum, náðu, þú veist, bara, en síðan er það að ná svípi eða takedowni í ADCC er ógeðslega erfitt, vegna þess að í IBJJF, ef þú nærði einhverju niður, ef þú initiatar takedown eða svípið og hann reynir að verjast því með því að fara upp í törtul, þá þarftu bara að covera meðmyndarnas, vera fyrir aftun og covera meðmyndarnas, þá færðu svípi eða takedown stig. En í ADCC er ekki þannig, þannig að allt gaurinn detta niður og þeir bara ekkert mál, ég bara snýmur upp hérna. Þú þarft að pinna hann í gólfinu, sko. Þannig að fá þessi 2 stig í ADCC er ógeðslega erfitt, sko. Já, og það er líka rosalega bara að það er svo mjótt á munum í þessum glímum. Já. Þú veist, þetta var alltaf bara 2 stig, 3 stig kannski. Já. En mér finnst eins og flesta glímum væri að fara 2-0. Já. Það var eiginlega bara sá sem tekur takedownið og svo var það bara hálfgert patt eftir það, sko. Akkurat ADCC er rosalega takedown heavy mode, sko. Já. Bara út af reglusettinu favorar takedownin, sko. Þannig að þessi wrestlerar eru að standa sér rosalega vel, sko. Fótolosa geimið er að koma inn stert og er komið auðvitað stert inn, sko, dálítið til að nulla það út, sko. En 100% er það favorite ennþá mikið wrestlerana, sko. Og þá sem maður líka jiu-jitsu-gaurarnir er að færa sér rosa mikið í það að læra wrestling bara til þess að geta staðið sér betur í þessu, sko. Já, nefnilega. Ég held akkurat að það sé að núna þróast svona jiu-jitsu stand-up. Mér finnst það að vera ógeðslega spennandi út af ég kem sér úr júdóinu og ég kann ákveði stand-up í gínu svo sem að sko bandaríkjamennina sem er wrestling og svo sem að sko rússanna og serban og alla þess að í með wrestlingi líka, sko, og svo sem reyna að fara í jiu-jitsuið og submission breytir bara svo miklu dynamicinu, sko. Þannig að mér líður eins og núna sé loksins að koma svona jiu-jitsu stand-up, það sem er bæði að hugsa exposure á bakinu og ekki exposa hálsinn fyrir gíotín og hellinga sem uppgjafar, sko, faktorum er að koma inn í stand-upið og allir að fatta það að stand-upið er bara svona næsta frontier, sem þegar þú ert með forskotið því, þá ertu að fara að standa dálítið, sko, framalega í sportinu í dag, sko. Og síðan er líka, og skemmtilega þetta er eins og í júdóinu, að þá kasti sjálf, þannig að hreyfingin sjálf, hvernig kastið er framkvæmt og hvernig andstæðingur lendir, það skiptir svo miklu máli. En í jiu-jitsu skiptir það engu máli, sko. Eins og þegar við glímum og ég fer eitthvað að ögra honum alltaf að standa upp, þá er ég ætla að fara upp og ég ætla að ná sigurból, hann er að fara að kasta mér fast og hann getur í gólfið, en ég ætla ekki að leyfa hann að pinna mig samt. Og það er einmitt þessi eins og ég er útskýra, að ná síðan stigunum, út af ef ég og hann förum eitthvað svona í stand-up dæmi, hann kastar mér alltaf, en það sé hann alltaf bara, ok, hann býtur momentum, næ ég að nota þá momentum til að koma stofan á, eða næ ég síðan bara springa aftur upp og það skipti ekki með hann eittu orkunni, sko, ég stóð síðan bara upp því ég lendi á díninu, sko, það gerir einmitt jiu-jitsu öðruvísi heldur en hinnar standandi íþróttunar, fyrir utan síðan submission, dótið og back exposure, sko. Já, margt, sko, sem kemur inn í þetta. Þetta móti er bara einhvern veginn, það er bara öðru sig allt í kringum þetta mót. Það finnst mér, skilur. Bara einhvern veginn, já. Og líka þetta með stígin, skilur, að það sé ekki gefið stíg í 2 mínútur, 2-3 mínútur eftir, hérna. Alltaf helmingurinn á glímunni sem er ekki gefið stíg. Já. Ég held pátt í masterflokknum að það hafi verið 2 mínútur, þannig að fyrst 4 með... Hvað voru? Ég held að það var 6 mínútur. 6 mínútur, sem fyrstu 2, já, ok. Mér minnir það, allan í masterflokknum, en svo var aðeins lengra í hinu. En það skiptir ekki miklu máli, sko. En mér finnst það er svona,
mér fannst það spes sko, en svo dómarnir alltaf að láta þið vinna sko. Svona eins og að þú eigir reyna að ná anstæðingnum niður stigalaust. Já, þeir þú veist, það náttúrulega bara vesinn í jiu-jitsu í öðrum íþróttum eða öðrum, og þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig alltaf, en í öllum glímuíþróttum, ef þeir eru ýtt út af vellinum, að þá hinn að fá ykkur stig fyrir það, sko. Já. Þannig að, hvernig er það ekki þannig í júdóinu? Jú, þannig í júdóinu. Ef að mér ýtt út af, þá ég að fá mínustig, sko. Bara mat control, kallum við það, sko. En í jiu-jitsu ekki þannig. Þannig að þú getur svo mikið verið að ekki engagea glímuna. Og þá bara, þú veist, oft bara gaurar ekkert engagea og það svona seinustu kannski 5 ári búið rosa mikið sett í regluna að dómar að séu bara allt áfram og ef þú svarar ekki þá fer hann bara að gefa refsistig sem er kannski svona til að svara því að svona mattkontról skilur svipað eins og í boxinu þekki þetta sem það vera með að þvinga menn út í reipin það hefur alveg áhrif það strategía að þvinga menn út í kantin á ringnum og þú vilt stjórna miðjunu á ringnum í öllum wrestling og judo þú vilt stjórna miðjunni sko. Jiu-jitsu skiptir engum máli þú getur bara verið mættur upp í stúku sko. Það skiptir engum máli mattkontról bara 0 sko. Það var einn í úrslitaglímunni, ég man ekki hjá hverjum þar sem þeir voru bara komnir ofan einhvern ljósmyndara bara teiknani fóð bara fram þar og það bara ljósmyndara að skríða undan þeim og svo var hann bara að pinna gæja nýður og bara eitthvað gæja bara skríða í burtu sko. En þú veist, en bara öllunum var bara einhvern veginn endalaust stór skilur. ADCC ákveðat alræmdi fyrir þetta sko, sem bara, þetta stoppar ekki fyrir en þeir stoppa og ég man eftir sko, í fyrra þá var þetta bara tekið sko, ekki fyrra heldur hitti fyrra seinast þá var bara tekið á næsta level maður var að sjá sko sem það reels þar sem menn voru bara að hlaupa út af á steift golf og steipa hvað öðrum og mér síndi sig ára að það var þetta á öllum trælu sem maður sá sko sem það síndi sig vera svona ekki alveg jafn ekstrím í þessu en það var alveg eitthvað gæjar sem lendu á borðum og sjónvörpum og eitthvað klikkað sko. Svo bara, þú veist, og ef þau brjóta sjónvarp þá bara dreigir fram nýtt sjónvarp akkurat sko. Þetta klikkað sko. Já maður svona með hvað maður keppi aftur það ekki annað í boði Neiður, hvernig matchar sko hvernig Grappling Industries versus ADCC Trials þá bara í getustígi náttúrulega ADCC Trials er náttúrulega bara hæsta levelið en ég veit það er náttúrulega professional flokkurinn sko. Ég veit ekkert með hitt sko. Maður kannski þegar ég dæmi ég bara eftir svona hversu established mótið er náttúrulega mótið meira established og almennt leitar betra fólki í mótið sko. Þannig að já, ég myndi segja ég held það ég veit ekki, ég hef enga ekkert svona þannig sens fyrir því sko. En ég held að sé alveg hátt sko. Auðvitað ADCC sko það sem ég myndi segja sem bara svona til þess að kannski bara markmið mótana dóldi skilgrein mótin dóldi vel sko. Grappling Industry er svona dóldi haldið til þess að sko allir fá eins flesta glímu og geta og bara svona dóldi gert fyrir klúbba til þess að fara og keppa og svona það dóldi skiptir miklu máli sem er bara að allir fá glímur og allir getur komið og fengið reynslu og keppt saman og ég fengi bara keppinauta á hái leveli á Grappling Industries en svo ADCC Trials þá náttúrulega upprunlega er þetta bara pro-dótið sko. Nýlega komnum hitt bara nýlega, hinn er allir flokkarnir sem hvítbeltinga, blábeltinga og allir flokkarnir, þeir eru tiltölulega nýlegi sko. Og ADCC Trials markmið þar er að koma sinni ADCC bara aðalmótið það er stæðsta svið í dag fyrir jiu-jitsu þannig að þeir sem eru í no-ginu og langar að gera þetta aðskilu sínum ferli þá eru þeir að fara þangað ADCC Trials að komast inn og hver sem getur skrásið í ADCC Trials en það er bara bara gull í hverjum flokk er að fara að komast inn á aðalmótið sko. Þannig að auðvitað þetta fara bara að vera klikkað púl, stórt púl af keppinautum sem vilja koma þarna og keppa til að komast inn á heimsmeistaramótið. Það er svo eitt Tyler Pearman sem komst í fyrra sko. Það átti eitthvað geðveikt rönn í fyrra, það var svona eitthvað no-name, mæti síðan bara með eitthvað svona funky fótastöður og er að hílúk alltaf með outside hílúk. Og hann er að keppa móti bestu gaurinu frá Bandaríkjunum og vann til dæmis Giancarlo Bodoni
vann hann á einhverju mótu og eitthvað svona, hann tapaði úrslitunum núna í trials, kemst bara ekki áfram, þá bara einhver rússi, bara einhver búið sem bara tekur mann niður og bara heldur manni, og bara rússin náðu bara þvinga eitthvað, Austur-Evrópum var ekki að kalla alla rússa. Þetta allt rússar með það. Og þú veist bara einhver alveg wrestler, skil, og nær bara að þvinga einhver decision vinna á hann, sko. Þú veist, að tala Taylor Pierman bara einhver besti Evrópabúi í glímu í dag, sko. Þetta brjálað, sko. Hvað levelið þarna hátt, sko. Þannig að En kannski ef maður skoða þessar nýju flokka sem sem hvít, blábeltingar og ég veit ekki, fjólubeltingar og bara, ég held að þetta sé kalla hvað beginner, intermediate og advanced. Þessi flokkar held ég séu bara sambarilegir, skilu, og grappling industries sem bara heild, sko. En ég myndi frekar fara á keppa ef ég væri með bara hópa þannig einstælningum, engan pró, þá fær maður mikið meiri reynslu úr grappling industry, bara út og færð fleiri glímur. En ef þú ert að stefna á ADCC þá er þetta frábær undirbúningur fyrir framhaldi, að fara og sjá þetta eins og þú bara upplifið sjálfur, fara og horfa á úrslitin, sjá hvað maður þarf að gera til þess að ná svona langt, sko. Og hugsa þetta líka, skilju, ef þú vinnur ADCC trials og kemst inn á mótið og það púl, þá ertu líka með hvað þetta helmingurinn sem fær invitation. Það er trials keppendur og það er invitation keppendur sem eru bara established pro gæjar, sko. Þannig að þetta er alveg svona, oft er það svona David Waffes Goliath að keppa, sko. Þannig að svona, bara einhver gæji kom sér allt inn í gegnum trials, hver sem á sjans að komast þarna og keppi bara við þessar stæðstu stjörnur í heimi. Og það getur alveg gerst að þessum að bara einhver Jói Dubai getur bara komið sinn heimsmeistarmótið og bara unni gull, sko, ef hann er nógu góður. Og að komast inn á heimsmeistarmótið breytir lífi þessa einstaklinga, sko. Allra, sko, sem komast inn, sko. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara life changing, þú veist, ef Stefán Fannar eða Willi myndu komast vinna þetta mót, sko, þeir yrðu bara súperstjörnur, sko. Það er bara þannig. Bara alþjóðlega, sko. Já, alþjóðlega súperstjörnur. Þannig að klikkað hugsun til þess. Já, það er bilað, sko. Og líka bara bilað að þeir séu að mæta á þetta mót og eru bara að klóra þessu áfram, sko. Það er geðveikt, sko. Og maður sé að tala við að báða eins og með Will á hann bara, á hann betri tæknilega séð, vantaði upp á þólið. Já, einmitt. Og Stefán er bara, hann tvítur, að bara geða þessu 3-4 ár og eitthvað. Einmitt. Og veist, sturlað. Einnanna keppandinanna, strákurinn, ég gleym alltaf hvað hann heitir. Sorry, ég gleym alltaf hvað heitir. En hann, hvað heitir strákurinn sem var að fóra að keppa með þeim? Í Mjölni? Já. Ketill. Já, Ketill, já. Skemmtileg glíma. Sko, það er mér svo skemmtilegt við Ketill við þess að fyrir 3-4 árum, hann er ungur, sko, þá var hann að keppa á móti, á úlingamótinu, eða hann að barnamótinu sér alltaf að halda. Og hann að, þú veist, hann er ekki stór og mikill, sko, þú veist, og strákarnir sem hann að keppa á móti voru alltaf bara fucking jarðan. Og þú veist, og það er svo gaman að sjá þessu gauðra sem er ekkert bara eitthvað svona ótrúlega sterkir og hraustur og íþjóttilegur og eitthvað náttúrulega talent. Þeir eru bara að grænda þetta og eru að byggja þessu upp, sko. Ég held mikið með þeim þannig að Ketill. Ég fókin ánægði með því, sko. Þetta er svolítið þannig, sko. Sjá hann sé að keppa og var að standa vel og eitthvað. Og félagi mínir í Mjölni, þú veist, þegar ég hef spurt á hvernig þessi úlingur standir, hvernig þessi úlingur, og þeir tala alltaf Ketill líka, hann er bara mikið að grænda, sko. Þannig að ég hef okkur glímt við hann og ógeðslega gott svona attitude. Já, einmitt. Hann bara hver glíma er bara reynsla. Já. Það er bara að maður sér það að hann er að sóka allt einu, sko. Já, það er geggjað, sko. Það er svona green flag, það sem maður myndi segja hjá keppenda, sko. Já. Mæta á æfingu og vera bara hann er ekki að reyna að rústa neinum, hann er bara að vera betri á hverju æfingu, sko. Þetta hugafar, það er ótrúlega hvað hugafar hefur mikil áhrif á hvernig þú progressar í, sko. Og þetta er ekki eitthvað sem maður þarf að byrja með, það geta allir hægt og rólega að tjúna sig og eftir sig í þessu hugafæri, sko. Og pælið hvað það er, sko. Já, fyrst að vera að tala hann Mjölnis fólki aftur. Ég hef ekki glímt við hann að Guðnýju, en hann nefndi það akkurat með Targo-plata. Hann tók báðar glímuna sína með Targo-plata og ég sá það hann að hvort þetta var inn á Mjölnir grúppunni sem að senda hann Jiu-Jitsu grúppunni, postaði þar. Og veit ég hvað Targo-plata er? Nei, ég ætlaði mér þá að spyrja. Já, það er svona hvað frá hann að norðmaðurinn Tarek, hann að popularæsa þetta og Ómar Jamak, hann sem sagt gerði þetta mjög vel mjög góður á senunni, sko, með það og akkurat þú getur séð instructionals frítt á YouTube hjá Ómari, það sem hann kennir í Globetrotterskampi, kennir Targo-plata og þetta er Ómar-plata with extra steps.
Já, einmitt, þetta er ómaplatan, þú ert saman með hendurna líka inn í þessu líka einhvern veginn, þegar þú festist í þessu, eins og ómaplatan er maður svona að vigla sér út úr þessu, en einhvern veginn út og setur höndin inn í þetta líka, maður er bara pikkfast mólbúin, sko. Já, Kristján tók mig einhvern veginn á þessu bræði, eða á einhverju móti með þessu bræði, sko. Og ég var alveg, sko, ég var bara secure, var alveg búinn að passa, það sem ég held að væri, sem hann var að fara í Kimura, og þá sem hendir hann fætinum yfir, og lokkar sem bara, hendinu minni sem svona figure 4 eiginlega við líkama minn og svo kemur pressan á öxlina með þegar hann fer í svona ómaplata snúning eiginlega sko. Þannig að yfirlega þarf að taka hendina við aftan en með targoplata getur við hendina fyrir framan og hann getur samt klárað það sko. Þannig að þetta er svona, ég er öruggur en ekki þú ert farin í targoplata þá ert ekki lengur öruggur sko. Það var klikkað að sjá hana Guðni okkur að taka þetta sem hvað hún var að keppa sem beginner og þetta er mjög, svona, ég myndi segja þetta var alveg advanced. Þetta er beginner move, sko. Já, akkurat, sko, og bara stútaði báðum glímunum sínum með þessu, sko. Það er mjög vel gert. Já, 100%, sko. Klikkað. Herru, ég er spæðið að fara að slá botnin í þetta BJJ-segment hjá okkur, af því við eigum eftir UFC-hluta. Já. Þess að við bara, það var stikla á stóru bara. Já. Það ekki? Herru, strákar, ég ætla að þakka ykkur æðslega fyrir komuna, bara hefði ekki getið gert án ykkar. Ótrúlega þess að. Gekkið að fá okkur. Geðið gaman að fá okkur og bara þangu til næst. Það var bara herru, við gerum örstutt hlé á live-inu og öllu saman, en fyrir þá sem hlusta á Spotify, bara finn ekki einu svona munin. Nei, einmitt. Gekkja. Herru, komum við eftir smá. Takk. Gekkja. Snilt. Nice. Ekki samt segja neitt dónulegt, við erum ennþá live, sko. Já, við erum ennþá live á YouTube. Já, ég var að horfa á þig yfir. Það er rétt, það er vel spottað. Herri, ég færi mig það bara yfir. Já. Þetta er þín hún. Já, þetta er mín. Ég verð að pissa. Herri, þið áttu niður. Jú, bara kjærlega strókar. Já, takk fyrir komuna. Herru Sigurður, ertu ekki að gleyma iPad-inu? iPad. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sjáumst. Jésúr, ekki bara keyra í þetta. Jú. Svo náttúrulega byggamótið næsta helgi líka. Byggamótið, já. Ég ætla að slökka á okkur í mækum. 1, 2, 3, þessi. Ég er hérna númer 2. Þú er númer 2. Gekja, það var svona. Herru, frábært. Svona, frábært. Herru, We're back, baby. Þetta var gott. Herru, ég er náttúrulega alveg steiktur í hausnum, sko. Já. Mikið búið að ganga á. Já. Má segja það. Það er UFC helgina og byggamótið. Já. Byggamótið verður haldið hvar? Í Vappísi. Vappísi í Kópavogi. Já, og þetta verður haldið bara laugardag og sunnudag. Já, back to back byggamót. Back to back, já, nákvæmlega. Það verður spennandi að sjá hvernig það gengur. Já, einmitt. Þetta er eitthvað nýtt skipulag sem er verið að testa. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst það. Nei. Mér finnst það voða skrítið eitthvað svona dagur 1, svo líður mánuður og svo bara búm. Já, 2, 3 bara. Ég skil ekki pælinguna. Nei, ég skil ekki alveg, þú veist, sérstaklega fattur ef maður er að keppa báða þessa daga, sko, þá fari gegnum 2 erfiða bardaga kannski
dag eftir dag, Já. tekur á skrokkinn, sko. Já. En það, Ég verð spenntur að sjá, sko, forföll. Hvernig þetta verður með, dag, þú veist, sundaginn, hvort það sé margir sem að... Já, sko, Sigurjón Guðnason, hann að fara í fætt á móti Kolla og svo á móti Elmari. Já. Þannig að hann fara í saka pakka, sko. Já. Hvað... Já, svo ég bara skildi. Já, einmitt. En, já, þetta eitthvað. Það verður mjög gaman að sjá rímatsið hjá Sigurinu og Kolla. Þeir áttu náttúrulega banger á Icebox síðast. Já, það rétt. Nefnir ekki bara fara snögglega yfir line-upið? Jú, það Tristan Stiff á móti Hilmari Þorvararsinni. Þeir eru að fara að taka rímats frá seinast, Hilmar vann. Tristan tók bæðiskiptinu á síðasta Warburg-mótið, það mættist þar. Þannig að það alltaf mjög jafnir og skemmtilegir bardaðir milli þeirra. Svo það Kormákur Steinn og Míhæl, það aftur rímats frá síðasta móti. Og svo kemur Símon frá HFK á móti Gauta Már frá HFR. Símon mætti Pétur Gunnarsinni í síðasta sem kom mjög skemmtilega óvart í fyrsta bardaðinu sinum, sko. Og svo munum Pétur og Gauti mætast á degi 3 á sundeginum. En á eftir Símoni og Gauta þá koma sko Viktor Sóka og Nóel Freyr. Það verður alveg fætt, það alltaf fucking flugeldasýning þegar þeir mætast. Það alltaf stemning. Þetta bara þetta alltaf stál í stál og bara, já, 2 demantar að slípa hvern annan, sko. Það eitthvað sem mun ekki svíkja neitt, sko. Og svo á listanum náttúrulega Ísak Gunnarsson móti Bjarna Óttarssoni. Já. Ég veit ekki hvort að þeir séu að fara að halda áfram, hann alltaf á stoppage síðast og svona. Já, ég held að sé keppnismann á Bjarna. Ok. Þannig að hann hvað hann sé lengi átt, hann sé mánuður fyrir liðan á milli. Já, einmitt. Við hefum kannski átt að pæla hans í þessu fyrir þáttinn. En vonandi fá að sjá þá og því líka, Bjarni Óttarsson var alveg inn í þessu, þú veist, framan af, hann var ekki til að láta kannski valta yfir sig, það var kannski bara svona þegar leið meira á að þá var þetta aðeins svo mikið fyrir hann. Hann eiginlega svona tók ákvörðum bara, heyrðu, hér fer ég bara út í staðinn fyrir eitthvað að láta ganga lengra og taka meiri skaða. Þannig að það spurning núna, þú veist, nú veit hann hvernig það að mæta Ísaki, þú veist, ég held að svolítið svona reality sets inn þegar þú ert komin inn í hringinn með Ísaki, fattur þau? Það engin stað til að fela sig inn í hringum. Þannig en það verður gaman að sjá hvort þeir mætast aftur og svo endar þetta á Magnúsi Kolbirni á móti Sigurjóni Gunnarsi. Já. Þetta lítur að vera banger aftur. Lítur að vera banger. Þetta verður í APC, það er alltaf streymt, gerir ráð fyrir. Já, það ekki. Jú, það ekki, ef ekki stemmi þessu. Jú, verðum að gera það. Það er svona einhver laus samningur milli okkar við HNI. Já, einmitt. Það er eitthvað að hatsa þetta út. Það er bara svo mikið að gerast í bardaheiminum, eða bara... Já, einmitt. En báðu þetta að þið verðið VPC eða hvað? Já. Já. Þetta er bara VPC klukkan 1 á laugardaginn og klukkan 1 á sundaginn. Já, alltaf ekki. Já. Ég ekki með tímasetninguna en jú, þetta ekki... Þetta alltaf húsið opnað 12 og byrja... Nema einu sinni þegar ég var búin að plana allan daginn minn, bara, byggamátt byrja klukkan 1, svo allt inn, bara, herri, við ætlum að hafa þetta bara klukkan 20 núna. Það var það ekki, það var 18 eða eitthvað. Já, ég var ekki klukkan 3 eða eitthvað. Nei, það var einu sinni sem þetta var bara haldið kvöld. Já, það? Já. Má vera. Já, hvað myndir þið, one to watch á byggamótinu? Hvaða bardagi segir sig one to watch? Það klálega Viktor og Nóel, sko. Þú veist, það einhver svona einn bardagi sem við hefum að hvetja fólk að hafa augun ofan fyrir. Það klálega hann. Já. Ég alltaf spenntur fyrir Tristan og Hilmar, sko. Já, auðvitað. En ég skil þér samt, sko. En það er bara svo skemmtilegt við þetta, sko. Það byrjar alltaf á svona þindralausum strákum sem að bara, þú veist, eru endurast að keppa og maður er alltaf bara svona, þú veist, Hilmar, þú veist, vann síðast. Tristan vill örugglega ná sem hefndum, sko. Myndi ég halda, og þú veist, vil maður ekki alltaf koma tilbaka sterkur og segja það var flúk. Já, einmitt. Eitthvað svona, það var ekki geðvögt. En ef ekki bara, við erum bara að vera svo lengi, ef ekki bara hoppa í UFC og... Rétt svo bara stikla stóru, þú varst eitthvað skítið yfir þetta kart í byrjunum á þættinum. Ég er ekki alveg sammála því, mér finnst það bara flott kart, sko. Já, þetta er fínt kart. Þú veist, þetta er, sko, Sjón Strickland, Anthony Hernandez, Jeff Neal á móti Uros Medic, Dan Ige á móti Melquizel Costa, ég er ekki að segja þetta rétt. Melisquiel.
Ég kalla hann bara Milky Costa. Það langöðvöldasta lausnin á svona. Já, það rétt. Sergej Spivak á móti Andi Delaya. Það banger. Það banger. Og Jacob Smith á móti Joshua Harrell. Svo Michel Pereira. Zachary á móti Michel Pereira. Þetta heldur áfram. G.J. Njoukani móti Carlos Lille. Það spennandi fight. Það ertu samt, það ertu komin í undarrennina, sko. Já, mér finnst Carlos Lille ógeðslega spennandi gæi og G.J. Njoukani alveg solid, en á ég segja þér, the betting odds, betting lines færðust eitthvað ógeðslega mikið á þessum fight, G.J. Njoukani myndi Carlos Lille. Þannig það eitthvað svona verið að skoða hvort það sé eitthvað betting skandal in the making hana, sko. Ok. Það verið áhugavert. Ég sem, as a betting man, alltaf að sitja hjá þennan, fyrst að það eitthvað svona eitthvað í umræðinu suspicious movement á betting lines, eins og þau segja. Ok, ég skilji. Herri, en main eventið. Sean Strickland á móti Anthony Fluffy Hernandez. Sko, það svolítið langt síðan við sjáum Strickland berjast. Það komið 1,5 ára, eða ekki? Hann barði síðast á móti Dricus. Já, komið 1 ár. Það komið 1 ár, bara rétt rúmt ár. Já. Ég held að segja að fara svolítið svipaðan fight núna á móti Anthony Fluffy Hernandez. Það engin fight eins og Dricus du Plessis fight. Jú, þetta svona relentless pressure og þú veist, þó hann ná að verjast 1 eða 2 takedownum, þá heldur hann áfram og þú veist, hann þarf að verjast 3., 4. og 5. líka og þú veist, hann verður að halda fjarlæðinni réttri og þú veist, og það bara svo erfitt að móti svona gaurum eins og Dricus du Plessis og Anthony Hernandez sem að, þú veist, það eru miklu fleiri staðir sem að þeim líður þægilega á, þú veist, Strickland verður að hafa fjarlæðina sína og þú veist, og nota beinu höggin sín og típin sín og eitthvað svona, á meina Hernandez, þú veist, hann getur bara skotið á þig og hann líður vel í clinchinu og þú veist, það þarf einhvern veginn alltaf ganga upp fullkomlega fyrir Hernandez, fyrir Sean Strickland til þess að vinna bara, þetta þarf að vera þannig það bara hafa hann í sínu distansi en mér finnst svona Fluffy Hernandez hafa það eru fleiri staðir sem að hann getur náð árangur á í þessum bardaga, myndi ég segja. Hann er alltaf með okkur sko submission win Hernandez og bara, þú veist sigraði Brendan Allen og Romuto Lidsey sem svona hann bæðið sko búin að vera að söppa svona grapplingurina sem hann að mæta og stræka strækingurina. Þannig að þú veist mér finnst eins og sko Sean Strickland sé bara komið svo mikið mileage eins og hann sé bara eldast illa, hann búinn að vera champ einhvern veginn, þú veist það svona, mér finnst eins og vindurinn sé svolítið úr seglunum hjá Sean Strickland. Já, og þetta er fluffy fight sko. En á saman tíma þá náttúrulega bara Sean Strickland með geðveitt óþægilegan strækingstíl, skilur við þetta Philly Shell system. Þannig að það var eiginlega bara svona sko vandamálið sem að Sean Strickland býður upp á sem að Fluffy hefur ekki lent í, það er Philly Shell stílinn og paceið af því að Sean Strickland er með svakalega takt, þannig að þetta er mjög svona taktfastur fighter. Þú veist, það er alltaf eitthvað í gangi. Þú veist, bara á hverju einasta bíti einhvern veginn og það er bara mjög erfitt og óþægilegt að berast við hann. En ég held samt sko svona miðað við einhvern veginn hvernig stemningin er í kringum hann að þetta sé svona svolítið að líðundi lok hjá hann og ég held að þessi Dricus du Plessis fightar nú með 2 töp gegn Dricus split decision gegn Paulo Costa, jú, fínt en þetta er svona hann hefur ekki unnið sannfærandi síðan hann sigraði, þú veist, Izzy 2003 bara buffaði Izzy tapa fyrir Dricus á bara svolítið stríða móti Paulo Costa split decision og tapa svo fyrir Dricus aftur og svona er ekki svolítið vindurinn farin úr seglunum? Mögulega, en maður hefur samt sagt þetta áður hann og svo einhvern veginn Jó, það kemur þarna, ég held þú hittir alveg naglan á höfuðið þetta með taktin sko en og það held ég einmitt að sé svolítið, held ég að hljóta að vera svolítið gameplani hjá Fluffy bara disrupta hennan takt hans og þú veist, út af hann þarf ekki endilega þú veist, hann þarf bara að kannski ná honum
þú veist, í eitthvað svona klinsu uppi búrið í 30 sekundur, þú veist, eitthvað smá hér og þar og vinna lotur þannig og ég gæti alveg ímynda mér að þú veist, ég geti ímynda mér að Sean Strickland endi fleiri höggum en samt einhvern veginn tapi á decision út af því að Fluffy mun bara ná að einhvern veginn, þú veist, koma honum úr þessum takti sínum með einhverju svona dirty og wrestling og íta honum fyrir búrið, halda honum þar í smástöðun, draga hann aðeins niður, láta hann þurfa að þreyta sig að standa upp og þú veist, gera þetta bara svolítið svona dirty og leðilegt fyrir hann, sko. Ég held að þetta verði, og Strickland talaði með þess það sjálfur í einhverju viðtali núna nýlega, sko, að þú veist, að þú veist, það örugglega svona böggandi að mæta Hernandez. Ég man ekki hvað orð hann notaði fyrir þetta, en hann alveg svona talaði að hann tilbúin í eitthvað svona grueling match á mótunum, hann veit hann gæi sem bara svona, þú veist, lætur mann líða miserable þarna inni með sér, sko. Það var eitthvað sem hann sagði í einhverju viðtali nýlega allavega. Já, og þú sér fyrir að Fluffy Hernandez gerir þetta svolítið dirty. Já, disrupt hennan takt sem að Sean Strickland, þú veist, þegar hann kemst í taktin sinn, þá lúkkar hann ógeðslega flottur. En ég held að þetta sé ekki gott matchup fyrir hann. Ég held að Fluffy muni ná einmitt að trufla taktin hans, ná honum uppi búrið í smástund, draga hann aðeins niður, þú veist, og vinna lotur á svolítið bara svona að kontróla oktagonið. Hvort sem það þú veist, hvort sem það að ná honum í gólfið eða bara halda honum uppi búrið í smástund hér og þar og trufla taktin hans og trufla leikinn hans. Ég skilji. Sko, veðbankarnir svolítið á því sem við erum að segja, sko. Coolbet með, sko, 1.37 Fluffy, 3.20 Sean Strickland. En Strickland þannig, sko, þetta lifandi hundur? Ég held ekki, sko. Ég veit ekki hvort að Fluffy Hernandez hafi bara orðið uppáhaldsfætirinn minn eftir að ég og Heiðar gerðum þetta veðmál. Já, upp á að setja buttplug í rassan á Heiðari. Já, nákvæmlega. Hann sagði það, þú veist, hann aldrei champ og ég, þú veist, hann geta alveg orðið champ. Þú veist, hann búin að vera mjög miklu uppáhaldi á mér. Þannig Heiðar gerði þetta glórulösa bet og þú veist, hann farið kíla mig í maðan að það gerist ekki. En það var alltaf innan við 2 ára, sko. Já, við tölum það. Og það náttúrulega bara að fara að gerast bráðum. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var. Það er típist að þetta gerist og svo finnur Heiðar út að þetta var 2 ára og 1 mánuður og fara að kíla mig í maður. Þetta betur en þú onn? Ég veit það ekki, ég hitt hann að finna það, við getum rættið það. Þetta verður rætt þar, sko. Já, ræðið þetta yfir. Ég var að segja hlustendum, viltu segja hlustendum söguna fimmtudaginn? Söguna fimmtudaginn? Já. Hvað, þegar ég planaði út að borða fyrir alla 50 lótustrákana og kemst svo ekki sjálfur? Já. Þú ákvæmst bara að beila á 50 lótinu til að vera kæristufæki. Já, það var alveg óvart maður. Ég glemdi að setja þetta í kalendar. Planaði svo bara... Þú varst bara, strákar, save the date. Já. Og lalala, ég á kæristu. Valhoppa bæinn og tíni blóm, sko. Það er það sem ég geri. En þetta var líka svo random, sko, því að ég ákvað að fara úr bænum á miðvikudegi og koma tilbaka seint á föstudegi. Ég ætlaði að ná byggamótinu. Já. Til að ég þarf að vinna stutt á föstudagskvöldið og það að ná byggamótinu. Þannig að þetta verður svona smá út á land og svo svona helgar date, svona taka byggamótið, fara svo eitthvað í spa og eitthvað, skilur við. Mæta svo vel mariniðraður á sundagsbyggamótið og fara svo að vinna. Það var svona upplegið, sko. En djöðs klúður maður. Það var mikið drama inn á 50 lótaspjallinu. Eins og alltaf, eins og gengur og gerist maður. Það er alltaf eitthvað vesen. Já, ég hugsa, ég ætla að setja þetta á Fluffy 100%. Hernandez og þú ræðir þetta við Heiðar, hvort að veðmálið sé ennþá á. Því að, sko, það var alltaf líka til umræðir, sko, ég fengi að setja pluggin í rassinu á Heiðari. Þú myndir gera það. Já. Ég myndi gera það. Hvort myndir þú gera það ógeðslega svona fast eða svona hægt verður orðlega? Ég myndi svona, þú veist, þetta er svona þegar þú setur svona 20 cm inn og dregur og svo 10 tilbaka til að gefa aðra 20 og 10 tilbaka. En þetta er ekki búið fyrir að hann er komin inn, skilur. Þannig að, sem ég held að bara, hann taki, þetta er ekki buttplug podcast í 15 lótan, við verðum að hætta þessu. Herru, gaman að þessu. En 1.37, 69% kjósenda segja Fluffy Hernandez, þannig að þetta er svona markaðirnir að hallast að Fluffy. Fluffy er bara svo flottur. Þú veist, ég hugsa ef það er einhver sem að
gæti orðið champion þarna í middleweight annar en Hamzat eða Dricus, þá það Fluffy. Já. Ég þarf alveg bara að vera pínu sammála þér. Hann svona einhvern veginn hann bara svo skemmtilega aggressífur. Bara elskar hann fucking fighter, og alltaf einhvern veginn að fara í svona næsta stóra verkefni og alltaf númerinn of stór einhvern veginn. Þannig að svona, ok, núna fer hann í næsta stóra verkefni. Hann var of stór fyrir anstæðinginn sinni einhvern veginn og bara, það alltaf sama sagan, sko. En klálega stærsta testin það svona. Já, eins og alltaf. Sem bara svolítið svona the name of the game, sko. En svo komin, sko, svo fáum við Jeff Neal þar undan á móti Uros Medic. Þannig erum við með lifandi hund. Já, í Medic. Já. Medic með klikka straight left. Já. Hann með knockout power. Það einhvern veginn, þú sér það ekki á að horfa á hann, sko, en hann kýlir, hits like a truck, sko. En það kýlir náttúrulega Jeff Neal líka, hands of steel Jeff Neal, sko. Ég segi að það eitthvað að róta sinna, sko. Já, ég held það, sko. En hann náttúrulega að, sko, coming off a bad loss, spinning elbow knockout á móti Carlos Prates. Spurning hvað áhrif það hefur. Hann náttúrulega bara rótaður í fyrslótu. Já. Það hefur oftast ekki góð áhrif. Nei, einmitt. Og þú veist, bardaginn sem hann vann á þar á undan var Rafael dos Anjos sem meiddist í bardaganum, þú veist. Það var leg injury vinn. Þar á undan splittist sem Ian Garry og svo undan því tapa á móti Shavkat Rakhmonov. Þannig að þú veist, af þessum 4 síðustu bardögum þetta 3 ógeðslega erfiðir sem hann hefur tapað öllum og svo 1 sem hann, þú veist, vann by default eða þú veist, á tæknilega atriði. Já. Þannig að, að þú veist, Jeff Neal búinn að mæta fokkin öllum bestu gæðinum þarna, einhvern veginn, eða mjög mörgum allavega. Þannig að þú veist, hann hefur reynsluna, en ég veit það ekki. Svona bad knockout á þessum aldri, þannig að seinast versus Uros Medic sem með smá momentum, sko, 2 sigrar í röð, þú veist, þessi straight left nákvæmlega, þú veist, 2 þannig í fyrstu lótu síðustu 2 fætum, þú veist, þetta gott momentum. Ég svona semi-hallast að Medic, sko. Já, sko, það svona að margt í þessu, sko. Sko, veðbankundin segja, Jeff Neal 1.53 og Uros Medic 2.6. Ég sammála þér að þetta lifandi hundur. Sko, ef við förum svona aðeins yfir stöðsinn, sko, mileage 16.7 Jeff Neal. Þannig að hann með 23 bardaga á pro-leveli, 35 ára gamall. Það smá mileage svona, sko. Eins og segir, hann rótaður illa af Carlos Prates í síðustu bardaga fyrir svona, hálfu ári, rétt rúmlega. Og hann bara, þú veist, hann með 2 sigra síðan 2002. Þannig að, þú veist, hann bara stuði Vincent Luque, hann alltaf, þetta Vincent Luque var ennþá góður. Þú veist, þetta góður sigur gegn Vincent Luque, þú veist, hann gaf Vincent Luque heilabræðingu, sko. Já, alveg. Þú veist, þetta bardaginn sem endaði Vincent Luque. Það bara svo verið Shavkat Rakhmonov, eðlilega, mistur þetta þyngd, minnum við, segir Tapology, tapar svo fyrir Ian Garry, enginn skoðið því, vinnur Rafael dos Anjos, ekki mikið í því svo sem, leg injury. Bara by default. Já, og tapar svo fyrir Carlos Prates. Þetta mileage, sko, þetta vesen, þetta ekki gott fyrir hausinn, þetta ekki gott fyrir skokkinn, og svona, ef við tölum um momentum, það var momentum eða ekki með Jeff Neal. Nei, það klálega með Medic. Þú veist, hann það meira Medic megin, en ef við tölum sko svona level of competition. Já, þá Jeff Neal alveg með það, sko. Já, þá sko Uros Medic besti sigurinn hans Muslim Salikov. Já, einmitt. Sem og ef við skoðum líka bara líkamlegt atgerfi, þá lúkar Jeff Neal eins og hann sé miklu sterkari og hann með miklu meira reach. Það eitthvað sem við vinnum með honum, sko. Já. En Uros Medic svona típisku gæði sem hann vannmetur. Já. Þú svona horfir á þessu 2 og þú bara svona, þessi gæði, þessi stóri massaði gæði með löngu hendunar. En Uros Medic alltaf, hann kemur alltaf skemmtilega óvart, sko. Já. En hann hefur sko ekki, hann kláraði Vincent Luque, en það svona eiginlega eini bardaginn sem hann klárar með stóru höndunum sínum, hann Jeff Neal. Já. Þú veist, maður alltaf bara shit, knockout power, bla bla bla. En samt bara, búin að klára 1 bardaga síðan 2020. Já, Vincent Luque. Já. Einmitt. Svona,
En hann, þú veist, í byrjun á UFC-ferlinum, þá var hann að klára mikið, sko. Þú veist, líka með bara, reynir ekki tjók og eitthvað. Já. En, já, þú veist, hann með ágætt finishing hlutfall, þú veist, þangað til, hann fór svona, já, ég mynd frá 2021, en hann fór að mæta svona erfiðari gaurum, sko. Ég man ekki alveg hvernig svona striking, significant striking stöttin eru hjá Matic en þetta gæti náttúrulega verið bara þú veist, það er samt alveg option sko að Jeff Neal sé of hátt stökk í competition gefið að, þú veist, við erum að tala að Jeff Neal er búinn að berjast við Prates, Ian Garry og Shockout og líka bara við tala top 5 Stephen Thompson þegar Stephen Thompson var upp á sitt besta sko. Mike Perry þegar hann var upp á mögulega sitt besta Belal Muhammad líka, þú veist, hann er bara að mæta öllum þessum bestu gaurum þannig að þú veist en þá er þetta líka svona ákveður reality check fyrir Jeff Neal, þú veist hann á ekki heima á þessum topnum þú veist getur verið svona motivational faktor þú veist, Matic gæti sagt því sjálf sig ég á séns þú veist, ég á séns á toppinn og ég er ennþá að klifra á eitthvað Jeff Neal segir okkur sjálf sig þú veist, ég á ekki heima þarna sko. Líka Jeff Neal er núna 35 ára, hann er akkurat á þessum punkti sem að þú ert að yfirgefa præmið þitt og Júris Metis, hann er ekkert mikið yngri, hann er 32 eða 3 en hann ætti að vera svona en hann er akkurat að hitta píka hann er að píka núna og þú veist, sigur yfir Jeff Neal þá voru við farin að tala alvöru anstæðinga eftir það sérstaklega að hann mæti bara inn með þessa straight left og bara finnur hann sko, gött feelingi mitt segir Jeff Neal ef ég hlusta bara á magan sko. gött feelingi mitt segir Júris Metis sko. það er svo spennandi en ég þóra samt ekki við þig koma svo ertu búin að panta andabúningin fyrir mig? Nei, við þurfum að fara að gera það það er alveg vel kallt úti sko. Já, við erum ekki að bíða aðeins með þetta ég er að bíða til mating season Þetta má ekki vera þegar komið ykkur ungar og eitthvað sko. Nei, þá eru svona mjög hættilegir sko. Ég ætla ekki sko að vera eitthvað bara bakvörð Ég vil frekar hafa á graða sko. Já, það grunaði mig Ég er náttúrulega komið kærust og svona sko, má ekki vera jealous Þetta er bara svanur baby Doesn't mean anything Þannig að þú tekur þetta á Medici eða? Já, ég held að Ég verð að segja Jeff Neal Ég held að sé bara, momentumið þú veist annar er á uppleið hinn og niðurleið og En þá er svona næstu bara það, Dan Ige móti Milky Costa Milky Costa loksins að fá ranked opponent það átti klikka ár í fyrra völdu við hann ekki newcomer of the year eða? Jú Var það ekki? Mér minnir það ekki Gerðu það ekki, ég held að við hann gert það Nei, betur gáttu við kannski ekki gert það út þegar hann tók hann var ekki newcomer Nei, hann var ekki newcomer Ég vildi velja hann sem fighter of the year Hann var mitt pick fyrir fighter of the year, alveg rétt Hann er þú veist, á fucking geggiður henni 5 barða win streak og átt náttúrulega þetta headkick knockout í fyrslóta mútið Morgan Charrier það sem að þú veist Morgan Charrier, ég man ekki hvor var favorite en Morgan Charrier er alveg skeri gæi líka en ég hef nú full trú á Milky Costa hann er eiginlega einn af þeim sem maður er mest spenntið fyrir núna sko. Já, hann er og Dan Ige, hvað hann rankar hann í frekar neðarlega en samt inn á ranking sko já, hann er 14 þannig að þú veist, þetta er bara góð leið fyrir Milky, þú veist, að fá nafn hann, sterkt nafn en ég held að vera auðvöld fyrir hann sko ég held að Dan Ige sé þú veist, ég held að hann sé mögulega já, ég veit ekki hvað ég ætla að segja léttasti inn á top 15 en mögulega Mér finnst það sko, ég vil segja það með tapinu gegn Pitbull Sigurgent, Sean Woodson en þú veist, hann er svona hann getur stríkt hverjum sem er já, hann stríður hverjum sem er sko en hann samt, þú veist, hann er líka komið svo reality check þú fær bara x hátt upp sko þú ert búinn að klifra eins hátt upp rankings og þú mynd komast sko, Milky Costa er tölvöld yngri ef maður rétt og Dan Ige er 34 hann er svona Milky Costa er 29 en sko, Milky Costa með fleiri próbarda þú veist, þannig að hann hefur tekið bara svona langan tíma þú veist, áður en hann kemur inn í
UFC í rauninni. Já, líka Milky Costa átti ekki neitt amatörsferil. Hann fer bara beint pró í Brasilíu og þú veist, hann debúar þarna 2014 og hann bara, þú veist, 2 barða 2014, 2 barða 2015, svo það sko 4 barða 2016, 2017, 3, 4, þú veist, þannig að veist, hann alveg bara geðveikt aktífur, sko. En þú veist, kannski þetta ekkert endilega erfiðustu bardaðar, þetta kannski, þú veist, náttúrulega í heimalandinu mest, sko. Þannig að spurning, sko, þú veist, hvort þetta sé smá svona falin amatörsferill sem próferill, fattar þú? Já. En samt, þú veist, bara Milky Costa bara, hann á eftir að fucking problem fyrir alla þessari deild, sko. Ég gæti alveg séð fyrir mér að Milky Costa fara alla leið, sko, verði champion. Já, ég get alveg séð það fyrir mér. Sko. En ég sé líka fyrir mér, svona, í þessum bardaga, Dan Ige nafn, hann á niðurleið, hann hefur ekki verið að performa. Ég sé alveg pínu fyrir mér að þeir séu svolítið að gefa Milky Costa stórt nafn til að berast við. Já. Þú veist, hann fekk Morgan Charrier sem var svona heitasta efnið og buffaði hann bara eða rótaði hann fyrst og lútu. Mér finnst eins og þessi að gefa honum Dan Ige og svona pínu að svona feed Dan Ige to the wolves. Ég skynja það pínu af því að Milky Costa ógeðslega góður barndamaður. Ég get líka alveg ímyndað mér að þú veist hini gaurinn sem, Dan Ige svo game í allt, hann bara heyrðu, það fæti eftir 3 tíma og var dett út til að koma, bara já, ég á leiðinni. En ég held að þú veist til dæmis aðri gæjar þarna neðarlega rankings eins og David Onama og Kevin Vallejo og svo eitthvað, þeir svona þú veist, viltu fórna sætinu á móti þessum graða gæja sem hérna rétt fyrir utan the rankings. Flestir af þeim örugglega að nei, þú veist, ég vil kannski horfa upp fyrir mig, þú veist, það eru nokkrir þarna fyrir ofan mig sem mér finnst ég að sensi, fattur þú? Að meina Dan Ige bara, þú veist, já, hann bara skrifar undir það sem honum boðið, fattur þú? Það kannski auðvildasti, þú veist, ég myndi halda að fyrir utan rankings sé Milky Costa sá gæi sem mest sker í. Og ég held að, þú veist, Dan Ige mögulega bara, þú veist, ég held að Hunter Campbell að hugsa bara, já, Dan Ige gæin sem á ekki eftir neitt vesen á bara eftir að skrifa undir papirna. Já, ég held að það svolítið satt í þér. Herri, ég ætla að kíkja á stuðluna eldsnögt, fyrst við erum með það get ekki fyndið þetta að bjarga lífum mínu, sko. Get ekki bara haft þetta í fucking röð, nei. 1.48 Milky, 2.70 Dan Ige, in a cool bet. Já, það sangjant bara. Sangjant, þess mér. Ég tek Milky Costa hérna. Já, klálega. Ég myndi setja pening á það. Já, nákvæmlega. Ég ætla að skella þetta seðil, bara svo við erum aðeins að púsla þetta saman. Okay. Ég tek Milky Costa og Anthony Hernandez saman. Já, ég er mjög sammála því. Mér heyrist við vera að henda í samílegt MMA-frétta parley hérna. En hvað með að henda svo í úrúst metins með smá stuðul á sig og bump it up? Þú náttúrulega elskar að tapa peningum. Ég segja þér. Núna helgina, þá var ég setta parley á þýska boltan. Og það voru þetta var 9 leg parlay. Það voru 7 leikir á laugardeginum og 2 leikir á sunnudeginum. Ég hitti alla 7, 10 evru bet. Hitti alla 7 á laugardeginum og Coolbet bauð mér 354 evra cash out. Þegar þú veist, það voru 2 eftir. En ég hef ekki unnið 1130 eitthvað. Ég er bara eitthvað, fuck that shit, ég er ekki verið að cash út, sko. Bara, gerði Leipzig að það jafntöfli, maður, fucking. En samt, þú veist, já, ég hef aldrei fyrirgeð mér að ég hef tekið cash outið, en þetta var bara svo stórt cash out og kom mér óvart. Alveg, þú veist, alveg tilbúin að, þú veist, fyrir 10 evru bet, tilbúin að bjóða manni, þú veist, bara eitthvað 50-60 skall, bara cash út með 2 leiki eftir. Já, til að spara sér pinningin. Já. Eða þú skildið mér. Já. En já, ég sé ekki eftir neinu. Gotta play to win, sko. Já, það er rétt. Gotta let it roll. Sergei Spivak máti Ante Delaya? Enga tilfinningu þessu. Ég segi Ante Delaya. Ég myndi halda það. Hver eru eiginlega stuðlarnir? 1.65 Delaya á móti 2.30. Ég skil það. En samt, þú veist, Spivak er búinn að sanna sig. Ante Delaya er svona gaur sem bara nýbúinn að kynna sig fyrir okkur. En hann er samt hann er skeri og þegar við sáum fyrsta bardagan hans á móti hvernig var það aftur hann tók Marcin Tybura, það er debutið hans og rótaði hann í fyrstu lótu. Þá var maður bara wow. En svo náttúrulega tapaði hann á móti Valdo Cortés Acosta
Maður hann potaði hann í auga á honum og Valdo kom tilbaka og síðan þá er hann búin að vera alltaf bara með eitthvað lepp og eitthvað skjóta á Tom Aspinall. En já, nú er áhugavert að sjá hvernig hann bounce back eftir þann ósigur. Ég held það er engin skömmi að tapa mútið Valdo Costa. Hann er búin að sína það núna fight eftir fight, bara hvað hann er skemmtilegur. Við byrjuðum á að hata hann, við erum farnir að dyrka hann. Fattar ég, hann er búin að vinna alla á sitt band. En Andy Liza, þetta er kröftuð fucking gæi og ég held hann bara nokki spíða gút, sko. Já. En spíða gút eru samt, hann á aftur að gefa hann góðan fætt, sko. Já, ég held að. Ég hef litla tilfinningu fyrir þessu barða. Þetta er bara eitthvað svona heavyweight stöðu check. Ég þarf alveg bara að viðurkenna fáfræði mína hérna. Þessi deild líka er bara hún er bara free falling. Þú veist, já. Það er bara allt í rugli með þetta heavyweight. Já, ég skal alveg trú því að Andy Liza bara róta hann, sko. Já. Það er bara ekki spurning, sko. Ég gef þetta bara þangað, ég hef ekkert við þetta að bæta, sko. Þetta er bara, en stiklan stóri, Jacob Smith, það mátti Joshua Harrell. Ég veit ekkert um þetta, sko. En Jacobi Smith var, hann er flottur, hann lúkkar allan bara algjört svona specimen. Bara fucking massaður og eitthvað, þú veist. Somebody's always got to go. Já. Báðir 11-0. Já, einmitt, já. Já, mér leist vel á Jacobi Smith þegar ég sá hann í einhverjum barða, ég man ekki hvað það var, en ég þekki hinn bara ekki nóg vel. Já, ég ætla að voita hana barða, ég er bara pass af því að ég var bara úti í Serbíu og skoða þetta ekki. Já, einmitt. En hann er náttúrulega, hann er debut þessi Joshua Harrell. Já, ég veit ekkert hvernig þetta er, sko. Herru, Zach Reese mútið Michel Pereira. Michel Pereira er svolítið að missa þennan monsterfaktor sem hann var alltaf með. Já, einmitt. Þú veist, líka bara hennan skemmtifaktor. Já, hann var svo mikill sjómenn fyrst. Einmitt, ógeðslega gaman að horfa á hann. Og núna einhvern veginn svona bara þriggja barða að tap hreinu. Já, einmitt. Tapaði fyrir Abus Magomedov sem allir voru að hlæjað. Já, og þú veist, þú var bara rótar í fyrstilóti af Kyle Dawkins. Já. Þú veist, það er bara svona, Hvað er að gera, stjórn? Já, nákvæmlega. Mér finnst bara eins og ég sé að já, bara, þetta er ógeðslega skrítið. Mann fannst það svo skemmtlegur, svona hættan var skemmtlegur, en svona ok, þetta gæti samt verið eitthvað gæi og hann fór niður úr middleweight í welterweight og svona, hann gæti verið contender þarna, en svo, já, en svo bara, já, hann er komin aftur í middleweight, eða ekki? Eða í hverju er þessi barndagi? Hann er í middleweight núna, eða ekki? Hann var alltaf að missa weight. Já, og svo fór hann aftur upp, já. Já. Já, mitt. Hann var algjört monster í welterweight, sko. Já. Bara langt að fara niður, skilur. Munar þessi kíló, sko. Já. Þannig, já, þeir eru núna að fara þá í middleweight, en sko, Zach Reese, var hann ekki í light heavyweight? Herri, já, menna það. Það getur nú verið, Jú, allan að jú, hann er skráður light heavyweight, nú Tapology. Já. Þannig að, já, hann er á að koma niður, en hann var búinn að koma niður, samt, sko. Ég, kannski átt að undirbúa með aðeins fyrir þetta, en jú, það er nú búið með einhverja bardaðarni í middleweight, samt. Já, þannig að hann er svona jójó. Já. En ég verð að segja, mér líst ekkert á stöðuna á Michel Pereira. Það er eitthvað off hjá honum. Já. Hann er eitthvað klúður á hlutunum. En já, Zach Reese, hann barðist í einhverju catchweight síðast, 194 pounds. Þú veist, það búið verið eitthvað skrítið, en já, maður veit ekki með Michel Pereira lengur. Þú veist, maður var svo spenntið fyrir honum, núna er maður ekki alveg viss. Nei, taldum að bæta einhverjum stuðlega á það. Ég ætla að tippa gegn Michel Pereira? Já. Bara single bet á Zach Reese? Nei, setja hann á parlay. Nei, vitleisa. Nei. Þetta er slegið. Ok, það er það? Já. Milki Costa... Ekki mitt parlay. Milki Costa, Antonio Hernandez og Zach Reese. Okay. Þú setur Zach Reese, ég set Uros Medic, svo sjáum við til hver verður laughing all the way to the bank. Já, ég til í það. Nei, ekki? Jú. Þetta verður parlayið minn. En sko, ég bara byrð hlustendur afsökunar, við erum bara aðeins að renna yfir kartið. Já. En, þú veist, það var bara fullt af klímu. Við erum að tala um einhverju prílims, eða ekki? Er þetta bara, þetta er mainkartið? Já. Sko, já, þetta er fyrsti á mainkartinu. Já, þetta er náttúrulega Fight Night, þá eru 6. Já. En málega þetta er Fight Night, en þetta er samt í Houston, þannig að þetta er ekki bara eitthvað Apexið. Þetta er á aðeins þægilegri tíma fyrir okkur Íslendinga.
Prelims að byrja klukkan 10 og main card klukkan 1, þú veist, þetta er ekki eins og pay-per-view sem að sem að byrja fyrir okkur klukkan 2-3 nóttina, sko. Þeir aðeins fyrr og þeir eru að hugsa, sko, ég heyrði það að þeir væri að hugsa að, þú veist, pay-per-viewin verða á þessum tíma sem þeir eru búin að vera á, en svona minni fight night, þau eru fyrr til að keppa við aðrar íþróttir. Já. Þeir eru eitthvað að reyna að þeir eru að reyna að bregða fæti fyrir einhverja aðrar íþróttir, frétti ég veit ekki alveg hversu sniðugt það er samt, en Já, það er bara go nuts, maður. Já. Ég segi, go nuts. En þá er þetta meira svona, þú veist, þetta er meira svona daytime viewing fyrir til dæmis Ameríkana. Já. Það þarf frekar en eitthvað svona late night dæmi. Já. Sem er frábært fyrir Evrópu líka. Já. Má aðeins hugsa meira Evrópu. Já, nákvæmlega. Og stækka þetta hérna heima. 100%. Herri, ef við ekki að slá bóttin í þetta komið 2,5 tími. Ég er bara, ég er svo jetlagged. Já, einmitt. Bara illt í maðunum og eitthvað. Já, áður en við kveðum. Minna fólk á að rætta sig með og gleysa fætnum. Það er alveg að koma þessu, þetta er alveg að seljast upp, þannig að fólk er ekki búið að rætta sig með það dríðugarni núna. Ég heyrði einhvers staðar að það væri bara eitthvað 50 miðar eftir. Já, það var verið að bæta við, það var bara hérna. Já, það? Það var bætt við miðum. Já, ok, nice. Þannig að það er allt, hvað maður segja? Ég laka þetta! Ég laka svo mikið til, sko. Þetta var klík. Mér er bara semi-sletting UFC, sko. Já, það er bara svo mikið í gangi, sko. Já. Það er bara, það er alltaf mikið í gangi. Sko, þetta Glacier Fight Night verður hann í lok febrúar, svo bara, þú veist, mars verður svo svakalegu mánuður. Emin Katri að fara einhvern risa barda þarna út í Finnlandi. Í Helsingi, já. Já, og svo er það bara Kate Steele, svo er UFC í London og svo í lok mánuða verður Norrlandamóti í Nefalegjum. Já. Þannig að það er bara svo mikið framöndan, svo mikið að skemmtilegu. Ég veit, svo er bara geðveitt marga próbarda á Kate Steele. Já, einmitt. Þú veist, var búið að tilkynna hverju verða. Það búið að tilkynna Halli verði. Já, Halli og Salinas. Já. Og ég lag einhverjirna í síðasta þætti. Já. Ég veit að það er ekki búið að kynna það, þannig ég skal bara þegja. Já, óþægur strákur. Já. Herri, við þökkum öllum fyrir að hlusta. Við sjáumst þetta viku. Hressir og kátir. Gerum upp UFC, gerum upp bikarmótið. Hítum alltaf upp fyrir næsta UFC og ræðum aðeins Glacier Fight Night. Algjörlega. Þetta verður sturlítið skemmtun. Já, þá kemur almennileg Glacier Fight Night umfyllun. Já, þokkalega. Herri, takk aðeins fyrir að hlusta. Við sjáumst aftur að viku